Ég set á fund í bæjarstjórn, fundi númer 3497. Ég ætla að byrja að leta afbrigða frá útsendinni dagskrá og bæta við einum lið, skýrslu bæjarstjóra. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það 11, takk fyrir það. Og þá göngum við til dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá samþykkt stjórn og fundasköp Akureyrarbæjar, breytingar 2021. Ég ætla að byrja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér komin á dagskrá bæjarstjórnar þriðji liður í fundargerð bæjarráðs frá 19. ágúst síðastliðnum, þar sem lögð var fram tillaga breytingu á 14. grein bæjarmála samþykktar. Greinin fjallar notkun fjarfundabúnaðar á fundum bæjarstjórnar, ráða og nefnda bæjarins. Bæjarráð vísaði tillögunni til síðar umræðu í bæjarstjórn og þar sem að 14. greinin sú eina sem breytist, ætla ég að lesa hana hér upp. Í stað þess að greininni standi framkvæmd fjarfunda gildi auglýsingar ráðherra, þá verður greininni breytt og fjarfundi gildi eftirfarandi. Heimilt einstökum nefndamanni að taka þátt í fundum bæjarstjórnar, ráða og nefnda með rafrænum hætti í gegnum fjarfundabúnað samkvæmt 4. málsgrein 17. greinar sveitarstjórnarlaga ef hann staddur innan sveitarfélags eða á ferðum innanlands á vegum Akureyrarbæjar. En á öðrum kosti skal kalla inn varamann. Ef nefndamaður einn eða fleiri taka þátt í fundi með fjarfundabúnaði skal tryggja jafna möguleika allra fundamanna til þátttöku á fundi og í atkvæðagreiðslu, óskerta möguleika þeirra til að fylgjast með því sem þar fer fram og öryggi samskipta milli fundamanna. Þetta gert í samræmis við nýja löggjöf og leið og ég fagna því að sveitarstjórnum gert kleift að funda með fjarfundabúnaði, get ég ekki annað en undrast að löggjafinn skuli setja þeirri heimild einhverjar takmarkanir eða þær takmarkanir sem raun ber vitni og vantreysta þannig kjörnum fulltrúum að fara með það vald. En þessi breytingar sem sagt er komin hér til umræðu og samþykktar og ég fagna henni að sjálfsögðu eins langt og hún nær. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins. Takk fyrir að orðið laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa breytingu, gefið merki. Það 11. Þá komið að öðrum lið á dagskrá íþróttastefna og rætt íþróttastefnu Akureyrarbæjar og til máls tekur bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Síðustu vikur hafa átt sér stað heitar umræður íþróttamál, bæði á landsvísu varðandi framferði stjörnuíþróttamanna, en einnig hér á litla Akureyri mismunun vegna kynferðis. Og mér finnst mikilvægt að við sem að gegnum störfum bæjarfulltrúa tökum þátt í þessari umræðu. En við eigum íþróttastefnu sem var samþykkt snemma árs 2018 og gildir út árið 2021. En ég veit að við erum ekki alltaf dugleg við að endurnýja stefnurnar okkar. Við leyfum þeim ofta að lifa áfram eftir að samþykktu gildistími rennur út. Og ég ætla að segja að mér finnst það svo sem engin skandall svona almennt, en það ofta mjög ágætar stefnur að ræða og mikil vinna liggur í því að endurnýja stefnur. En það nú okkar starf, það að segja stefnumótun, þannig að mér finnst alltaf mikilvægt að við tökum svona umræðu stefnurnar reglulega eins og ég veit að lagt áherslu á hérna í pontu. En í ljósi þeirra umræða sem að verið hafa og ég vísaði til í upphafi, þá finnst mér mikilvægt að við göngum í það að endurskoða íþróttastefnuna okkar og að við klárum það fyrir lok kjörtímabilsins. En eins og vill vera í mörgum stefnum margt gott að finna í okkar íþróttastefnu og því sem að sitja hérna inni viti kannski að ég ekki innsti koppur í búri varðandi íþróttamál og ég ætla þess vegna ekki kannski beint að reyna að leggja mat á það hérna hvernig okkur hefur gengið að fylgja eftir þessari stefnu. En miðað við samtöl sem að snúast þau 2 málefni sem að ég nefndi hérna í upphafi, þá mikil tækifæri til að gera betur og mér finnst við ættum að nýta kraftinn sem þessi gagnrýna umræða gefur okkur til þess að gera þær umbætur sem þarf að gera.
Og ég vil segja að mér finnst að við þurfum að setja annan fókus heldur en síðast þegar við sömdum okkur íþróttastefnu. Vegna þess að sú stefna var samin í miklu samtali við íþróttafélög og áhugafólk íþróttir. En ég held að við þurfum að semja þessa stefnu í samtali við bæði börn, ungmenni og foreldra sem að hafa kannski svona í meðalagi áhuga íþróttum eða bara jafnvel undir meðalagi áhuga íþróttum. Og það held ég að sé mikilvægt vegna þess að við berum fyrst og síðast ábyrgð gagnvart öllum íbúum okkar bæjarfélags. Og við berum ábyrgð á því að efla lýðheilsu íbúanna, bæði andlega og líkamlega heilsu. Og mér langar kannski aðeins að fjalla stefnuna eins og hún í dag og draga kannski fram þau atriði sem ég tel mikilvægt að horfa sérstaklega gagnrýnum augum á. Til dæmis í stefnunni stendur, með leyfi forseta að vitna í stefnuna, rannsóknir sem hafa verið gerðar hér á landi sýna að þau börn og ungmenni sem stunda íþróttir eiga meiri möguleika á að njóta þess sem lífið hefur að bjóða og þau leiðast síður út í neyslu hvers konar ávana eða vímuefna. Og ég ætla bara að segja að þetta er ekki rétt. Það er að segja að í fyrsta lagi eiga þessi börn og ungmenni meiri möguleika en hverjir. Þessi setning stendur ekki undir sjálfri sér. Og staðreyndin er sú að börn og ungmenni sem að stunda skipulagt tómstundastarf leiðast síður út í neyslu og njóta þess að vera í skipulögu tómstundastarfi. Það snýst ekki bara íþrótta ástundun og þetta snýst og er lykilatriði í forvörnum, það er þetta skipulagða tómstundastarf. Þannig að ég gerði athugasemdir við þetta á sínum tíma þegar við vorum að fjalla hérna stefnuna, en ég hafði ekki erindi sem erfiði við að fá þessu breytt. Og svo í sömu málsgrein í stefnunni þá stendur, og með leyfi forseta, afrek íþróttamanna okkar hafa jákvæð áhrif á samfélagsvitund og afreksmenn eru góðar fyrirmyndir fyrir þá sem yngri eru og hvetja þá til dáða. Og ég ætla bara að segja að í ljósi þeirrar umræðu sem nú á sér stað afreksmenn þá verð ég bara að telja þessi fullyrðing sé á lausu lofti gripin. Þannig að það eru svona atriði sem að er bara, ég geri bara svona verulegar athugasemdir við sem að standa þarna. Í stefnunni er líka haldið til haga að Akureyrarbær sé þátttakandi í verkefni landlæknisembættisins heilsueflandi samfélag. En ég get sagt ykkur frá því að þann 11. mars 2020 sendi ég fyrirspurn á formann stýrihóps heilsueflandi samfélag hjá Akureyrarbæ. Nokkrum mánuðum seinna, þann 20. október sama ár, fékk ég það svar að ekkert hefði verið gert í þessu verkefni. Og ég ætla að leyfa mér að draga það ályktun að staðan sé kannski bara sú sama í dag. Og svo að því ég var að minnast á það hvernig stefnan er unnin og þeirri vinnu eru gerð góð skil í stefnuplagginu, en það var þannig að viðtöl voru tekin við lykilaðila í íþróttastarfi á Akureyri. Viðhorfskönnun var gerð meðal íþróttafélaga svæðisins og hagaðila mikilvægustu viðfangsefni íþróttamála í bænum. Stefnumótunarfundur var haldinn með forsvarsmönnum íþróttamála á svæðinu með þátttöku 60 manns. Opinn íbúafundur var haldinn þar sem 50 manns tóku þátt. Greiningavinna og úrvinnsla fór fram með aðkomu formanns IBA og deildastjóra íþróttadeildar Akureyrarbæjar ásamt KPMG sem sá faglega verkefnisstjórn. Og síðan var stefnumótunin sett í umsagnarferli hagaðila, auk nefnda og ráða bæjarins og að lokum lögð fram til samþykktar í bæjarstjórn. En þarna sjáum við að stefnan er unnin í mjög nánu samstarfi og samráði við hagsmunaaðila. En ég held að það væri mjög gott að þegar við hefjum vinnu við nýja stefnu, að þá byrjum við á því að finna út úr því hver sé okkar óskastaða þegar kemur að hreyfingu og þátttöku barna og fullorðinna í félagsstarfi sem að inniheldur hreyfingu, sem og starfi sem að stuðlar að andlegri vellíðan. Og þegar við erum búin að finna út úr því, þá ættum við að hefja samtal við íþróttafélögin meðal annarra það hvernig þau sjá fyrir sér sína aðkomu að þeirri óskastöðu sem við ættum að setja fram út frá okkar íbúum í heild. Og ég hef þá trú að í gegnum svona samtal þá gætum við nálgast hreyfingu og heilsu á annan og betri hátt heldur en við höfum verið að gera. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, ég er mjög spennt að heyra hvað ykkur finnst þetta.
En ég vil leggja fram tillögu til bæjarstjórnar sem að hljómar þannig að bæjarstjórn samþykki að hefja vinnu við endurskoðun íþróttastefnu Akureyrarbæjar með áherslu á lýðheilsu og forvarnir og einsetur sér að ljúka verkinu fyrir lok kjörtímabils. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Sóleyju Björk bæjarfulltrúa að hefja þessa umræðu hér íþróttastefnuna. Því að ég alveg sammála með það að þetta mikilvægt málefni sem við þurfum að ræða og eins og mjög mörg önnur í bæjarfélaginu og það okkar hlutverk að vera stefnumótandi og þess vegna eigum við að vera að ræða okkar stefnur hér á þessum fundum. Svo ég fari kannski bara aðeins yfir stöðuna á stefninu sem í dag, að þá eru 53 aðgerðir í íþróttastefninu okkar í dag. 21 aðgerðir lokið, 18 eru bara í miðri vinnslu, 11 eru svona að skríða á stað eða hægt að koma á stað, en 2 aðgerðir ekki fyrirsjáanlegt að verði farið í. Þetta svona heildarsýnin yfir pakkan í dag. En þessar aðgerðir sem í vinnslu og þá sérstaklega kannski þessar 11 sem hægt að koma á stað eitthvað sem við sem bæjarfulltrúar þurfum aðeins að ræða í framhaldinu. Því að við höfum núna síðasta árið farið sameiginlega í þá krafta að skera aðeins niður og reyna að hagræða í okkar rekstri í bæjarfélaginu og það vill svo til að yfirleitt í stefnum eru þar ákveðin verkefni sem krefast þess að því fylgi fjármagn. Og ég myndi því segja að við þyrftum að fara vel yfir hvað af þessum málum sem eru þarna inn í þessari stefnu viljum við leggja áherslu á núna okkar síðustu mánuðum í embættum hér fyrir bæjarfélagi. Því að eins og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á þá gildir þessi stefna út árið 2021, þannig að henni ekki einu sinni lokið þegar við förum héðan. Þannig að við þurfum að forgangsraða þeim, ný stefna til 2022. Þannig að við þurfum að forgangsraða þeim verkefnum sem við ætlum að klára og komumst ekki í. En það hefur verið á stefnu frístundaráðs að fara í þessa vinnu. Við ætlum að byrja núna bara á loka mánuðum þessa árs. Hugsanlega finnst sumum það seint í rassinn gripið en við erum til dæmis með menningarstefnu sem var gerð 2013 sem löngu útrunnin, þannig að kannski erum við ekkert á lokametrunum að hefja vinnu við þessa stefnu með við sumar aðra sem við erum með hérna. En ég alveg sammála Sóley að mér finnst mikilvægt að við förum í þessa vinnu. Mér finnst svolítið bratt að við séum að horfa til þess að þeirri vinnu verði lokið fyrir lok maí á næsta ári. Ég held að þetta sé mjög stór málaflokkur sem þarf að taka stórar ákvarðanir í, en mér finnst mikilvægt að við hefjum vinnuna, komumst eins langt og við getum. En svo það líka aðeins spursmál við munum hugsanlega ekki öll halda áfram, þannig að við erum líka svolítið að móta fyrir þá sem að koma eftir. Þannig að mér finnst við líka aðeins þurfa að hafa það í huga. En annað mál líka að ég hef nefnt það hér áður að hvort við eigum að hugsa hlutinu upp á nýtt og fara að fækka þeim stefnum sem við erum með og horfa frekar heildrænt yfir þau svið sem við erum með og lagði því hér til að við færum í eina heildræna stefnu sem að næði yfir þá þætti sem snúa til dæmis að íþróttamálum, en það þá heilsuefling, forvarnir, tómstundir, frístundir, velferð og heilbrigðismál. Þetta er svona konsept sem að Kristinn sviðsstjóri
samfélagssvið hefur teiknað upp og mér finnst mjög spennandi að við skoðum. En líka, ég hef það líka í huga hjá mér að ef við ætlum að fara í svona heildarkonsept þá tekur það það er mikil vinna í þannig verkefni. Þannig að mér finnst við aðeins þurfa að taka samtali hér í dag, í hvaða vegferð viljum við fara í svona heildrænt stórt verkefni þar sem við horfum á margar á okkur stefnum, því að ef við förum í svona eina heildræna stefnu þá erum við í rauninni að tala að setja þar inn í til dæmis eins og velferðarstefnuna, ef við ætlum að setja velferð og heilbrigðismál þar inn, forvarnastefnuna sem er í vinnslu núna, við séum þá að horfa á það í öðru samhengi og séum þá keyra verkefni sem eru oft þvert á svið, eins og við erum með barnvænt samfélag, það næri yfir öll sviðin, að þessi stefna sé þá til dæmis að taka utan þessa þætti sem snúa þá að því verkefni inn í einni heildrænni stefnu. Þannig að það væri áhugavert að fá ykkar sjónarmið á því hvort ykkur langar að fara í svona eina stóra heildræna stefnu. Í mínum huga hvort sem við gerum þá þarf þessu verkefni að fylgja fjármagn ef við ætlum að fara í svona stefnu mótunar vinnu, þannig að við erum þá að gera okkur grein fyrir því að við séum þá að ákvaða ef við ætlum að setja þessa vinnu í forgang að fara í íþróttastefnu eða svona lýðheilsustefnu, að við séum þá að ákveða að því fylgi fjármagn, því að ég held að ég meti það rétt að nú á þessum tímum þar sem við erum í miklum stjórnsýslubreytingum að þá er nú þegar orðið nokkuð mikið álag á okkur starfsfólki og verður næstu mánuði, að ég held að það sé þá alveg augljóst máli við þurfum utanaðkomandi aðila í að aðstoða okkur í þeirri vinnu. En það hefur margt í íþróttastefnunni gengið mjög vel og eins og ég sagði áðan mikill hluti af þeim verkefnum lokið sem áætlað var að fara í, eða 21 verkefni, og er það bara vel, myndi ég telja, og að 18 þeirra séu í vinnslu, allan á þeim tímum þar sem við höfum frekar verið að horfa til þess að fækka verkefnum eða reyna að forgangsraða þeim betur. Það er líka gleðilegt að segja frá því að við höfum sett mikla pressu á íþróttafélögin hér að gerast fyrirmyndafélög sem tengjast til dæmis þeir málefnum sem að bæjarfulltrúi Sóley Björk komi inn á, eins og tengjast eineltismálum, kynferðislega áreitni og þeim málum. Þau félög sem verða fyrirmyndafélög þurfa til dæmis að setja fram stefnur í þeim málum og fylgja þeim rétt eftir. Og nú þegar eru 8 íþróttafélög hér orðin fyrirmyndafélög og nokkur í viðbót að vinna að því að gerast fyrirmyndafélög. Eins er okkar héraðsfélag IBA orðið fyrirmyndar hérað. Þannig að það er mjög ánægjulegt. En það eru nokkur verkefni sem við allan höfum verið að leggja áherslu á í frístundaráði að keyra áfram á þessu ári, meðal annars að byrja á mótun nýrrar íþróttastefnu. Það er til dæmis verkefni sem er skilgreint að hvernig bærinn vill koma að íþróttatengdum viðburðum og hefur það verið skilgreint sem samstarfsverkefni Akureyrarstofu og frístundaráðs, og er það áætlað að taka samtalið við íþróttafélögin nú í haust. Við höfum líka lagt gríðarlega miklu áherslu á það að heyra í félögunum varðandi sameiningar, því að það er stór þáttur í okkar íþróttastefnu núna að fækka félögum og vera með færri fjölgreina félög þá. Og það er ánægjulegt að segja frá því að það er hafið samtal á milli félaga sem er allavega byrjunarreiturinn á því að koma á sameiningum, og ég held að séu 4 félög að heyrast í þessari viku með það á takteinum hvort að það liggi fyrir áhugi á því að sameinast eða ekki. En bæjarfulltrúi Sóley kom inn á verkefni sem heitir Heilsueflandi samfélag.
þær upplýsingar sem ég hef varðandi það verkefni að starfsmaður að vinna aðgerðaáætlun tengda því verkefni, en verkefni því tengdu hafa önnur ekki farið af stað heldur en voru þegar fyrir. Varðandi það hvernig við eigum að vinna stefnuna, þá ég nú reyndar alltaf á því að við eigum að gera það í samtali og ekki síst við þá hagaðila sem tengja stefnunni, þannig að hvort við byrjum á undan á því að tala við aðila stunda ekki íþróttir eða á mörkunum eða við viljum ná inn í íþróttageirann, finnst mér bara alveg komið til greina, en mér finnst að það þurfi að eiga sér mikið samtal við samt þá aðila sem að stefnan snýr að. Þannig að við getum ekki unnið svona stefnu nema í góðu samtali, því að allan eins og síðasta stefna var unnin að þá ekki allt á höndum Akureyrarbæjar að framkvæma. Og það líka spurning, viljum við vinna stefnur þannig að við séum bara að horfa inn á við eða viljum við líka vera að horfa á aðra þætti eins og við erum að krefjast ákveðins af íþróttafélögunum, og þá finnst mér það líka þurfa að gerast í samtali. En eins og ég segi, mér finnst ekki spurning það að við eigum að fara að byrja þessa vinnu. Ég set spurningamerki við því hvort við náðum því á þessu kjörtímabili að klára þá vinnu, og svo líka vil ég fá bara niðurstöðu í það hvort að þið séu á þeirri leið eins og ég að hugsa hlutina, að við setjum þetta undir lýðheilsustefnu og síðan þarf að setja þá fleiri málaflokka undir, eða hvort þið vilja halda áfram sér að við séum með forvarnarstefnu, íþróttastefnu og velferðarstefnu. Þannig að ég held að það sé kannski fyrsta spurningin sem við þurfum að svara áður en við hefjum vinnuna. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Sóleyju fyrir að hefja þessa umræðu. Eins og hún nefndi þá hún ekki einsti koppur í búri í íþróttastarfinu, og það bara áhugavert og gott að fólk sem svona utanaðkomandi í einhverjum skilningi spyr stundum miklu áhugaverðari spurninga heldur en hinnir. Geta komið með svona einhvers konar nýjufötin keisarans kannski vinkil á umræðuna. En mig langar að byrja á að rifja upp að því að við erum nú í bæjarstjórn og fulltrúar sveitarfélags að það litla sem fjallað íþróttastarfi í lagaramma sveitarfélaga fjallar aðalega að okkur beri að útvega aðstöðu fyrir íþróttir barna og almennings. Það lítið ekkert minnst á keppnisíþróttir, en talsmenn þeirra eru samt stundum háværastir í umræðinu hvar vanti pening og aðstöðu. Ég vil líka nefna að við Akureyringar, þó við séum núna orðin eitthvað 19.500 talsins, þá það fjölgar okkur hægar heldur en landsmönnum í heild sem eru eitthvað 370.000, þannig að við erum bara rétt að hanga yfir að vera 5% landsmanna, og það að mínu viti ekki raunhæft að ætla að eiga hér 2 lið í fremstu röð í vinsælum íþróttagreinum eins og knattspyrnu eða handbolta. Þannig að við þurfum að sníða okkur stakk eftir vexti þar að mínu mati. Við erum með frábæra aðstöðu fyrir fjölmargar íþróttir hérna á Akureyri og mjög öflugt starf. En það eru samt einhverjar glufur, og til dæmis var mér bent á í gær að það vantar kannski farveg fyrir unglinga sem að detta út úr keppnisliðum í handbolta, fótbolta eða körfubolta, og þessi orðaði það þannig að það vantaði aðstöðu fyrir bumbubolta fyrir ungt fólk, það sem geta haldið áfram að hreyfa sig og hafa félagsskap og skemmtun. Hvernig á að forgangsraða fjármagni til íþrótta, það náttúrulega stór spurning, og auðvitað kannski lykil drifkrafturinn í því eftirspurnin, hvar áhuginn hjá iðkendunum, fólkinu. En svo spilar fleira inn í, eins og til dæmis náttúrulega aðstaða, og hér á Akureyri erum við náttúrulega með náttúrulega aðstöðu til dæmis fyrir vetraríþróttir, frekar en brimbretta iðkun, bara svona til að nefna augljóst dæmi, en þetta spilar allt inn í. En svo eru miklu fleiri atriði líka sem þarf að huga að, eins og lýðheilsa, eins og hefur verið nefnt,
og margfeldisáhrif inn í ferðamennsku, okkur finnst það líka skipta máli og þess vegna okkur sérstaklega annt til dæmis aðstöðuna í Hlíðarfjalli eða á golfvellinum og þessi stóru knattspyrnumót og svo framvegis. Nú umhverfisáhrif íþrótta, það svona pínu ný umræða sem alveg vert að gefa gaum. Jafnréttisvinkill og fleira. En ég hlakka til að fylgjast með endurskoðun á íþróttastefnunni og í framhaldi af því sem að bæjarfulltrúi Eva nefndi að þá tel ég nú kannski raunhæfast og skynsamlegast að við horfum á íþróttastefnuna því við sjáum bara strax í henni fjölmörg atriði sem að við myndum kannski vilja hnika til og breyta og bara ágætisverkefni og nærtakt að leggja svo litla vinnu í það á þeim stutta tíma sem við höfum. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð aðeins að koma upp og impra á einu atriði sérstaklega sem að ég rekið mig á núna á síðustu mánuðum. Og það svona jafnræðið í íþróttamálum. Við tökum í sjálfu sér kannski ekki alveg hreint á því í núverandi íþróttastefnu hvernig við viljum hafa þau mál. Það vita það kannski flestir hér inni að ég hendi út smá færslu á Facebook hérna ekki fyrir löngu síðan vegna þess að mér ofbauð í raun og veru þegar ég fór að hugsa hvað aðstæðan er mismunandi hjá kynjónum, til dæmis í meistaraflokki. Og það er bara einfaldlega þannig þegar maður fer að rannsaka þetta og skoða þetta að stelpurnar í meistaraflokki Þórs K.A. þær í raun og veru þurfa að framkvæma eitthvað eða vinna eitthvað fyrir öllum þeim styrkjum sem þær fá. Þær eru vörutalningum í Netto, þær eru seljandi klósettpappír og eldhúspappír og þær eru að þrífa skóla, þær eru að þrífa íbúðir og þær eru að gera hitt og þær eru að gera þetta. Og þetta fannst mér dálítið merkilegt sko. Vegna þess að ég veit ekki til þess að þetta sé þannig í karlaboltanum og þegar maður fer aðeins að velta fyrir sér sko umfanginu í þessum flokkum. Þá sér maður það að svona gróft séð, þá voru á síðasta ári velti Þór K.A. 32 milljónum, það bil, eða rúmið 30 milljónum, Þór velti í sínu meistaraflokki yngstar á bilinu 60 til 70, K.A. einhverjum 260 milljónum. Og þá segir mér bæjarfulltrúi Hlynur að stór hluti af þeim fjármunum komi frá FIFA og þetta séu þá greiðslur vegna þess að þú ert í meistaradeild eða komist eitthvað áfram á þarfandi götum, það getur vel verið. En við höfum engar upplýsingar það hversu mikið fæst þannig eða hversu mikið að koma inn í styrkjum frá samfélagi. Mér finnst þetta rosalega skrítið þegar ég horfi á þetta út frá nokkrum sjónarhóðum. Ég hef verið formaður í UEFA, þar sem við erum með frjálsar. Það hefur aldrei verið pælt í því hvað að fara til karla eða kvenna. Ég var formaður í blagdeild K.A. Það var aldrei pælt í því hvað að fara til karla eða kvenna. Það er bara að safna fé og því bara deilt. Þegar maður fer að ræða þetta af því að við erum með þetta íþróttastefnuna, við viljum fækka félögum og sameina. Og það kom fram hjá bæjarfulltrúa Andraðan, við ættum ekki að vera með keppnis eða meistaraflokka í mörgum íþróttagreinum, heldur bara kannski ekki marga meistaraflokka í hverju grein, heldur að vera kannski bara með einn. Þá kemur í ljós að þegar maður fer að rýna í þetta með Þór K.A., kvennaboltann, að þar er talað um það að það vanti allt samspil á milli Þórs og K.A. Þetta er einhver sér eining inn í apparati. Og þá er það bara orðið sér lið og ég hef bara rætt það að það borgaði sig bara hreinlega að fara að stofna nýtt íþróttafélag sem héti bara Þór K.A. vera ekki tengdur í Þór eða K.A. Hvert erum við komin í þessu máli ef að þetta er umræða?
hjá einstaka aðilum reyndar, en þetta samt eitthvað sem þá komið á flot vegna flækjustigs í málinu. Og þarna ætla ég að benda á tvennt. Káa Þór sem komið frábærlega út í handboltann. Ég segi Káa Þór, það nefnilega ekki saman hvernig ég snýði sig við. Þór Káa hins vegar í fótboltann. Þá sér Káa handboltann, en Þór virðist að sjá kvennaboltann, einhverju marki. Það allavega lendir á þeim. Og ég velti fyrir mér, þá hitt félagi bara stikk frí? Eða hvernig ætla menn að sjá þetta? Og ég vil held nefnilega að við þurfum að taka þetta mál sérstaklega upp í umræðum endurskoðun íþróttastefnu eða lýðheilsustefnu. Ég held að við höfum að fara í þessu endurskoðun, en ég ekki á því að við höfum að hafa inn í ályktunina að við klárum þetta fyrir lok þessa kjörtímabils. Ég held að við höfum bara að setja okkur það mark að fara í þessu endurskoðun og sjá hvert við komumst. En þá held ég að við erum að taka á þessu máli. Ríkir jafnrétti hérna í öllum greinum? Eða einhvers konar ójafnrétti bara talin sjálfsagður hlutur? Hvað í gangi? Og Akureyrarbær getur haft áhrif á þetta. En við skulum samt minnast þess að því að það kom fram hérna í máli bæjarfulltrúa Sóleyjar að við fólkið í bænum eigum fyrst að ræða hlutina og svo að ræða eða setja íþróttafélögunum einhvers konar stefnu. Íþróttafélögin eru fólkið í bænum. Við skulum ekki gleyma því. Og margir af þeim sem var að tala við í þessari vinnu við síðustu íþróttastefnu, þetta var ekki kannski íþróttafólki sjálft. Þetta voru bara íbúar sem eru sjálfboðaliðar í stjórnum félagana og eru að leggja þar bara heilmikið á sig. En þeir eru líka íbúar í bænum. Og ef við tökum alla sem eru skráðir félagar í þessum íþróttafélögum, öllum saman, þá þetta meirihluta bæjarbúa. Þannig að við þurfum bara að muna það að þetta ekki einhver sér hópur, þetta eru íbúar í bænum. Og við skulum hafa það í huga. Ég ætla ekki að hafa þessu orð lengri, ég varð að koma þessu aðeins inn í umræðuna, en ég myndi leggja það til að við tækjum út úr þessari bókun eða ályktun sem lögð hérna fram að ljúka vinnunni fyrir lok þessa kjörtímabils. Og ég held að það ættum kannski að ræða það frekar hvort að menn hér almennt inni vilja fara í það að skoða lýðheilsustefnu þar sem við tökum allar þessi stefnu saman eða ætlum bara að fara að ræða íþróttastefnu sérstaklega. Ég legg til að við förum í lýðheilsustefnu vinnu og reynum að sameina þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bæjarfulltrúa Sóleyju fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Varðandi íþróttastefnu eða lýðheilsustefnu, ég verð svona skotnari í lýðheilsustefnunni eftir því sem ég hugsa þetta betur af því að ég er unnandi og iðkandi almenningsíþrótta á Akureyri. Ég held að það myndi bara styrkja og styðja við okkar ásýnd á okkar samfélag að gera það heilsueflandi, hvetja til almenningsíþrótta og það mun hafa jákvæð áhrif á ímynd bæjarins, loftslagsmál og fleira. Hvetja fólk til þess að hreyfa sig með því að hjóla, halda áfram uppbyggingu hjólreiðastíga og svo framvegis. Það alveg rétt sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason bendir á að það eru auðvitað íbúa bæjarins sem eru íþróttafélögin og við skulum bara virkja samtalið við þau. Í núverandi íþróttastefnu er talað um að eiga að fækka íþróttafélögum og gera þau stærri. Og ef við náum því fram í þessari stefnu á þeim mánuðum sem eftir á kjörtímabilinu,
þá held ég að það sé mikill akkur fyrir íþróttafélögin að verða fjölgreina félög. Þar með talið að hlúa að almenningsíþróttunum sem eru þá ekki, hvað maður að segja, þessar keppnisíþróttir, afreksíþróttir, og við gætum þá haft innan lýðheilsustefnu afreksstefnu sem væri þar vel mótuð og mér finnst eðlilegt að þar væri lögð mikil áhersla á jafnrétti kynja í íþróttum á Akureyri. Þannig að ég get ekki alveg sett niður fyrir mig hvernig tímafaktorinn í þessu, hvort við getum klárað svona stóra stefnu ef við færum í eitthvað í átt að lýðheilsustefnu með afreksstefnu þar undir. En ég held að það væri mikill gróði í því fyrir alla íbúa bæjarins að skoða einhvers konar lýðheilsustefnu. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson, loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef nú byrjað að segja að mér finnst hálfsorglegt að tala það að krakkarnir okkar geti ekki litið upp til okkar íþróttamanna í dag. Ég engan veginn sammála því. Það margur pottur brotinn, ekki bara hjá íþróttamönnum, þetta út allt. Og okkar börn eftir að líta upp til fullt af afgerandi íþróttamanna sem hefur eftir að alast upp áfram. Og ég held að mér finnst svolítið rangt að fara í þennan pól og við eigum ekki að vera að flýta okkur að tala þessi mál endilega núna á þessu mómenti. Það ekki öll kurlkomandi grafar í því sem að gerast og bæjarstjórn Akureyrar á ekki að vera mikið held ég að spá í þessi mál akkurat í dag. Aftur á móti með íþróttastefnuna sem slíka. Ég hef oft velt fyrir mér fyrir hvernig þessi íþróttastefna. Hver les hana? Hér tími fjölda fólks í að búa þetta til og fullt af peningum fara í þetta. En ég spurði fullt af fólk í dag hvort að þið lesið þetta sem að tengist íþróttum, það enginn lesið þetta. Það veit enginn hvað þetta Þá fór ég að velta fyrir mig hvort það væri fyrir okkur sem sitjum hér eða fyrir hvernig þetta Til hvers erum við að þessu? Hér leitast eftir því núna að við þurfum eitthvað að taka okkar málum í íþróttunum út af því sem að gerast í samfélaginu. Sko þetta nú einu sinni þannig að þjálfarar eru ráðnir inn til félaga og eftir eru ráðnir inn þá fara þeir oft á tíðum svolítið sínar leiðir. Og þjálfarar verða þannig til að þeir hafa sína hugmyndir, eru búin að vera hjá mörgum þjálfurum og setja saman fullt af hlutum og eru að reyna að gera sig að betri þjálfara. Og þannig eignumst smátt og smátt afgerandi þjálfara oft á tíðum sem eru mjög góðir í sínu fagi. Aftur á móti eru ekki allir þjálfarar kannski mjög færir í því að búa svo til betri einstaklinga til að takast á í lífið. Og þar kannski ættum við frekar að einblína á hlutina og koma að íþróttamáli hér í bænum og styðja félögin með því að vera með einhvers konar fyrirlestra og námskeið fyrir þjálfara í þeim hlutum heldur en að eyða þessu öllu í pappír. Því að ég hafði aldrei lesið þessa stefnu heldur mér finnst svona stefnur frekar leiðilegar og innantómar. Ég las hana í gær og það svo margt sem bara svona common sense í þessu. Og svo bara fullt af hlutum það sem til dæmis Bæjarfélagið bara getur engan veginn staðið við í þessari stefnu. Þannig ég átti bara mjög erfitt með að átta mig á þessari stefnu. Þannig að ég ætla að vona að við förum ekki að eyða allt of miklum tíma meira í þessu brölti. Aftur á móti með það sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á með áðan með mismun á kynjum í íþróttum. Þá á ég erfitt með að vera sammála því. Þetta eingöngu held ég tengt við fótboltann. En ég veit bara til þess að eins og í handboltanum, þar fara strákanir alveg til jafns á við stelpunar í fjáraflanir.
ég veit bara í síðustu fjáröflun þá held ég að verið að selja kjöt og humar upp í Káa til dæmis og ég veit ekki betur en að strákanir og stelpunir hafa verið næstu með jafnan hlut. En strákanir fá það sem þeir selja og stelpunir það sem þær selja. Stundum fara strákanir í að bóna bíla, stelpunir fara í að telja í búðum. Fótboltinn bara svolítið annað út af þessum ofboðslega peningageira sem á bakviðan erlendis frá. Í fótboltanum horfum við líka á það. Káa seldi leikmann daginn fyrir 10 milljóna. Það hefur fullt af stelpum farið frá Þór Káa í atvinnumennsku. Það kemur lítill sem engin peningur fyrir það. Þannig erum við bara að tala um 2 gjörólík apparat. En þetta eingöngu eiginlega bundið við fótboltan. Og hvort að við getum stýrt í hvert þessi peningar fara sem koma frá FIFA, ég veit það ekki. Svo það nú eins og þannig að þegar verið að styrkja íþróttir, þá ráða nú bara fyrirtæki hvort þau styrki kvenna fótbolta, kvenna handbolta, kalla fótbolta eða kvenna fótbolta. Stjórnendurinn þar ákveða það hvar þeir vilja að setja peningana. Ég veit ekki hvort að við ætlum að fara að skipta okkur líka því. Ég held að við svolítið að einblína á það sem við getum stýrt og hvað við getum gert. Ekki ætla að fara að þvinga eitthvað sem við höfum ekkert að segja. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna í bili. Takk. Það bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ánægilegt að koma hérna upp og tala um íþróttamál í íþróttabænum Akureyri. Mér langar svona kannski aðeins að byrja því að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar, kannski misskildi hana, ég veit ekki alveg, en hún var að tala um að almenningur hefði ekki geta komið að stefnunni. En það var haldin opin vinnustofa í Hofi þar sem að öllum gafst tækifæri til að koma sínum skoðunum framfæri. En kannski var ég að miskilja eitthvað, ég veit það ekki. Eins líka varðandi forvarnirnar tengdum íþróttum, það kemur hérna fram bara hjá ISÍ að í skýrslu ánægjuvogarinnar íþróttir unglinga, það kemur skýrt fram að neysla allra vímuefna eru mun ólíklegri á meðal unglinga í 8. til 10. bekk sem æfa íþróttir með íþróttafélagi en þeirra sem æfa ekki. Þetta var unnið á rannsóknum og greiningu fyrir UMFÍ og ISÍ, bara svona svo því sem haldið til að haga, þá alveg verið að vinna rannsóknir sem þessu tengt. En þú kannski verið að meina að þetta hvoru tveggja hjálpi stað eða hvað, ég skildi það ekki alveg, en þú kannski getur komið og útskýrt það betur. Varðandi stefnurnar okkar, þá eru það orðnar nokkuð margar og ég hef verið í bæjarstjórn hérna í að verða 8 ár og þær eru ófáar stefnur sem við höfum kynnt hérna og endurskoðað. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt líkt og bæjarfulltrúi Hlynur kom inn á hérna áðan, að þetta séu stefnur sem við nýtum og þær séu upp á borðum en fara ekki bara upp í hillur og enginn lesi. Við höfum líka okkur hefur tíðrætt það að sameina allar þessar stefnur sem við höfum verið að tala og þegar við fórum í velferðarstefnu á sín tíma, þá var það minn skilningur og íþróttastefnan færi undir þá stefnu líka. Og fyrst við erum að ræða þetta hérna núna, þá myndi ég alveg vilja leggja til að við myndum reyna að sameina eins margar stefnur og við getum í velferðarstefnu, ekki eingöngu lýðheilsustefnu, ef að sú verður niðurstaðan. Ég held að það sé mikilvægt líka að það komi fram hérna hversu öflugt og gott íþróttastarf í bænum. Ég held að við sem bæjarstjórn getum bara verið mjög stolt af öllu þessu íþróttastarfi sem hérna. Það unnið gríðarlega gott starf en auðvitað allir að leitast við að gera betur og það má alltaf gera betur og við höfum alltaf að vinna í þá átt en við höfum líka að halda því á lofti sem vel gert. Í því ljósi þá langar mér svona kannski að segja smá sögu því þegar ég var formaður íþróttaráðs á sínum tíma þá fékk Káa að selja auglýsingar á gólfinu í húsinu þeirra. Stelpurnar fengu helminginn af auglýsingunum og strákarnir helminginn. Niðurstaðan var sú að stelpurnar fengu alltaf helmingi lægri styrki fyrir sínar auglýsingar á sama gólfinu heldur en strákarnir. Og mér þótti þetta mjög umhugsunarvert á sín tíma. Umræðan að breytast núna og nýjustu fréttir heyrði ég frá foreldrum stúlkna að það væri komið fyrirtæki í bænum sem eingöngu styrkja stelpuíþróttir eða kvennaíþróttir og ekki kalla.
Sko, mér finnst þetta mjög umhugsunarvert og þegar við erum að tala um jafnrétti þá eigi það virki báðar áttir. Ég held sér ótrúlega mikilvægt að við komum jafnvægi á þessa umræðu, hvort sem að karlar eða konur í hlut. Þetta á ekki að vera annarkvort eða. En svo kannski varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja, það auðvitað allt önnur umræða og dýpri sem við þurfum að taka í tengslu við það. En ég ætla að láta þetta nægja í bili. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það voru verulega áhugaverð umræður hér í dag. Ég reyndar get ekki tekið undir með bæjarfulltrúa Hlíni að við ættum ekki að leggja áherslu á stefnur því að allan í minni við vinnur sem formaður finnst mér gríðarlega mikilvægt að við séum að vinna eftir stefnuplöggum og mér finnst mjög sérstakt að bæjarfulltrúar hafa ekki lesið þær stefnur sem við erum að fara eftir og ég allan að gera það reglulega að fara yfir þær stefnur sem undir mínu ráði til að athuga hvort við séum að fylgja þeim og fara í það átt sem að bærinn hefur sett okkur. Og mér finnst rosa mikilvægt þegar við erum að gera þessar stefnur og við séum með aðgerðaáætlanir og séum reglulega að fara yfir hversu langt erum við komin í þeim og erum við að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Þannig að ég allan á því að tímanum sé vel varið í það að taka samtalið og setja niður á blað hvert við viljum fara. En varðandi almenningsíþróttir þá hefur náttúrulega verið mikil krafa það að við séum að auka tíma í okkar íþróttamannvirkjum hvað það varðar og það hefur alveg verið gert en kannski ekki, við höfum náttúrulega kannski ekki náða að sinna kröfum markaðarins eins og við hefðum viljað en þar kannski á móti að við náttúrulega búum í einu frábærasta umhverfi sem hægt getur til þess að stunda almenningsíþróttir utanhús. Og af því að Sóley kom inn á verkefni tengist heilsueflandi samfélagi að þá náttúrulega svo margt hér þó að það sé ekki beint einhverju fyrirlestrar eða eitthvað svoleiðis sem við höfum verið að setja af stað, þá svo margt sem tengist þessu eins og var nefnt hér áðan, eins og bara stígakerfi bæjarins. Þegar við erum að bæta það, þá erum við í rauninni að leggja rækt við verkefnið heilsueflandi samfélag. Og ég held að við höfum allavega tekið eftir þeirri aukningu sem hefur verið sérstaklega núna á síðustu árum eftir að COVID skall á þeim fjöldanum öllum sem farin að stunda allt í einu göngurskíði, fjallgöngur, fjallaskíði, hlaup, sund og nefnið það. Þannig að ég held að margir hverfir sem áður sátu í sófanum eru farnir út að hreyfa sig og það bara virkilega vel. En við höfum líka verið að ræða og höfum haft í okkar stefnu að efla heilsurækt hjá eldri borgurum og það eitt af því sem að mér finnst mikilvægt að við klárum til enda á þessu kjörtímabili og hef átt samtal bæði við forsvarsmenn Þórs og Káa hvort að þeir væru tilbúnir að koma í þannig verkefni ef bæjarfélagið hefði áhuga á því hvort að við getum þá nýtt aðstöðunni að koma eldri borgurum þar inn og þeir jafnvel þá skaffa þjálfara þess efnis og mér finnst allan að samstarfsvilji fyrir hendi þannig að það eitt af því sem við þurfum að ákveða. En ég mig langar að koma með tillögu að breyttri bókun og þá náttúrulega finn ég hana ekki hér, býtum við. Út frá þeirri umræðu sem hefur verið hér nú þegar, þá bara að því mig langar að fá það bara fram hvort að við séum bara á því að fara í lýðheilsustefnu eða ekki.
eða halda okkur á sömu braut. Bæjarfulltrúi Ingibjörg kom reyndar inn og hafa það bara velferðarstefnu. Ok, ég held reyndar að ég myndi vilja halda mig við lýðheilsustefnu og setja velferðarstefnu þar undir, eða velferðarmálin. Þannig að ég ætla að koma með tillögu að breyttri bókun. Bæjarstjórn samþykkir að hefja vinnu við lýðheilsustefnu sem nær yfir íþróttur, heilsueflingu, forvarnir, tómstundir, frístundir og velferð. Þannig að bara hlakka til að sjá hverjir vilja fara í þá vegferð. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég tek undir þessa bókun sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund var að leggja hérna fram. En ég ætlaði líka aðeins að nefna það að viðbrögðin sem að bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson sýnir hérna við þessari jafnréttisumræðu er akkurat viðbrögðin sem heyrir úr íþróttageiranum. Sko, þó að eitthvað sé eins og það er, maður fái það framan í sig að stelpurnar þýðir ekki nógu söluvar. Bara, hvert erum við komin? Ekki nógu söluvar. Gengur þetta þá út af það hver getur selt sig dýrast til þess að fá fjármagn. Ég held að þetta sé bara alls ekki þannig gagnvart fyrirtækjum. Ég held að þetta sé bara ákveðið hugsunarleysi. Við karlarnir höfum bara gengið til karlana sem stjórna fyrirtækjunum, við okkar og kunningjar, og bara fengið pening í fótbolta hjá karlana. Það getur við spurt, hvað viltu leggja til stelpnanna, eða gera þetta jafnt, eða hvað viljum við gera? Þetta sko kallar á breytt hugafar sem við hljótum að þurfa að reyna að vinna að. Og það er bara fínt að þetta er ekki svona í handboltana. Ég bara fagna því, eins og ég sagði áðan, ég bara veit ekki til þess að þetta sé svona í öðrum íþróttagreinum þá en fótboltan. En svo er það hitt sem að bæjarfulltrúi Hlynur nefndi sem að sko er umhugsunarefni og reynda bæjarfulltrúi Eva kom inn á. Sko ef við setjum okkur ekki stefnu þá hvert við viljum fara. Þá náttúrulega gerum við bara einhver tíma. Og það er alveg rétt að í þessari stefnu var kannski sett inn atriði sem við hefum ekki bein áhrif á. Ég get nefnt sem dæmi. Þetta stendur að við hefum alltaf að fá IBA og félögin IBA til þess að setjast niður á forgangsraða framkvæmd. Það var reynt. Það kom ekkert út fyrir því vegna þess að þau náðu ekki saman. Hvað var þá verkefnið? Það kom til okkar. Við tókum síðan hérna ákvörðun sem að sumir í íþróttageiranum eru núna brjálaðir yfir. Þannig af hverju tóku þeir þá ekki bara sjálfir ákvörðun hérna saman, komið sér saman einhverja niðurstöðu og senda hana til okkar. Það þýðir ekkert að koma svo bara eftir á að segja ég er bara brjálaður, það var ekki talað við okkur og talað við hina, það var víst talað við menn. Það komu fram hugmyndir í þessari vinnu hjá IBA sem voru teknar áfram. Og ég veit ekki betur en að niðurstaðan hafi verið nokkurn veginn í samræmi við það. Þannig að stefnumótin er algjört lykilatriði ef við ætlum að vita hvert við erum að fara. En ef við ætlum ekki að vita það, þá bara gerum við eitthvað. Og það er ekki kostur. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að svara bæjarfulltrúa Gunnari strax með það er stór munur á styrkjum eða auglýsingum. Þetta er alveg sikkort dæmið. Og svo er annað sem að bæjarfulltrúi Bíbí kom inn á, að Ingibjörg, þetta með að einhver fyrirtæki sem verður að styrkja bara stelpunar, ekki strákana, ég held að það snúist miklu meira það að það er sameiginlegt félag, K.A. Þór eða Þór K.A. Að fólk vill sjá meira að sameiningum og þess vegna taka fyrirtæki þessa meðvituðu ákvörðun að styrkja það sem búið er að sameina. Og ég held að
við eigum ekki að vera að setja út á það held ég, sko, því að það bara gott mál. Og þess vegna held ég að við ættum að sameina enn meira hér á Akureyri og hefur verið mikið talsmaður þess og mér finnst þetta ganga alveg ofboðslega hægt að sameina íþróttafélög, að fækka íþróttagreinum og koma einhverju stefnu í gangi hérna að viti. Það gengur bara ekki neitt. Og ef að við tökum ekki á þessum málum og ætlum bara að fara að byggja og borga endalaust af þeim mannvirkjum og svo stöndum við allt í einu fram yfir því að við erum með allt of mikið af mannvirkjum af því að við byrjum að byggja allt en fórum ekki í að taka til hjá okkur fyrst, þá förum við illa líka út úr hlutunum hérna. En það er hægt að vinna þetta líka saman. Það er að gera þetta núna á næstu 2-3 mánuðum, að taka á þessum málum. Þetta þarf ekki að taka svo langa tíma. Og kannski stefnumál að þvælast fyrir fólki sem að vinna þetta fyrir okkur hérna, í staðan fyrir að ganga bara í málin og laga þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnin og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björk fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Ég held að þetta sé bara alveg þörf umræða og gott að hlusta á hérna svona mismunandi skoðanir náttúrulega eða sömu skoðanir. Við erum svolítið svona sammála einhverju leiti og mér langaði bara að koma þetta upp að ég held að sko það stendur í stefnunni að endurskoða hana fyrir lok árs 2021 og hún gildi til 2022 og það er bara fínt að fara aðeins yfir henni og sjá þú veist bara hvar erum við stödd og eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund kom inn á að þá væri búið að klára mörg atriði, nokkur væri í vinnslu og svo væri einhver sem mætti ekki að fara í. En hérna fyrir okkur hin sem erum kannski ekki alveg búin að lesa það eða fá upplýsingar það, hvað er þetta statt og hversu mikið og hvað hefur tekist og hvað hefur tekist vel og svoleiðis. Þá held ég að væri bara upplýsandi fyrir okkur að taka kannski einhvern vinnufund og fá einmitt þær upplýsingar. Af því að ég held að það þurfi eins og bæjarfulltrúi kannski Hlynur var að koma inn á ekkert að taka einhvern svakalan tíma að endurskoða íþróttastefnu. Hún er að mörgu leyti bara mjög fín, eitthvað er búið, eitthvað hefur tekist vel, eitthvað þarf að laga og hún getur verið þá plagg inn í einhverju stóri stefnu annari sem ég get tekið þá undir með nokkrum bæjarfulltrúum hérna eigi bara heima undir lýðheilsustefnu eða velferðarstefnu. Ég átta mig ekki alveg á hvor stefnan er betri en endurskoðum þetta. Við þurfum ekki kannski mikinn tíma. Þú veist, mér varst til dæmis sko þegar maður var að lesa þetta og maður er náttúrulega oft búin að lesa þessa stefnu og mér finnst ólíkt kannski þá sem bæjarfulltrúum að það finnst mér gott að hafa stefnu og hvert erum við að fara og þú veist, það er svona leiðbeinir okkur í ákvarðanatökunni. Þú veist, við erum búin að samþykkja hérna stefnu, ætlum við ekki að fara eftir henni eða ætlum við að gera eitthvað annað og þá stendur hérna í stefnunni með leyfi forseta á Akureyri verði starfrækt færri, stærri og faglegri fjölgreinafélög í framtíðinni og undir því er meðal annars með leyfi forseta aðgerð hérna leitast verði við að rekstur íþróttafélaga verði sem mest sjálfbær, hluti af styrkjakerfi bæjarins sem er þá eitthvað sem við höfum áhrif á verði háð því að félög ástundi ábyrgan rekstur og gagnsæi í öllu bókhaldi og skipulagi. Gerða verði kröfu til félagana að starfa í anda fyrirmyndafélaga í ISÍ og svo framvegis, eða fleira. Þannig að þú veist, er þetta svona, því ef við erum að beina öllu litlu félagunum inn í stóru félagin, þá þurfa náttúrulega stóru félagin að geta tekið við þeim og vera með infrastruktúr sem getur tekið við þeim. Og þú veist, það er ekkert endilega, og ég veit það ekki, bara ég, þú veist, tala hérna algjörðu vanþekkingu, þess vegna held ég að svona vinnufundur með sko hérna formanni frístundaráðs og einhverjum upplýsingum það hvernig þetta hefur allt saman gengið væri upplýsandi að hérna er þetta þannig erum við að, þú veist, að því að ef við ætlum að fara að stíga inn eins og hefur verið kallað svolítið eftir að bæjarfélagi stígi inn og segi bara herri, nú gerið þetta bara saminni þetta og við ætlum að búa til þessa 3-4 kjarna sem við höfum verið að tala í stefnunni að þá þurfum við að vera vissum að viðkomandi félög geti gert þetta og það sé einhver infrastruktúr og það sé opið bókhald og það sé verið að gera þetta þannig að þetta virki fyrir litlu félagin að koma inn. Það getur auðvitað verið auðvelt að halda á litlu krútlegu félagi
þú veist, þangað til að verður aðeins og stórt til þess að það sé gott og þá viltu fara inn í stærra það sem bara manneski sem í vinnu við það, því að við vitum öll að sjálfboðaliðar svona kannski þreytast og gefast upp þegar líður á tíman. En ég bara aðeins koma upp til þess að segja, þú veist, ég sammálaði við að fara yfir þetta, ég held þetta ekki þurfa að taka eitthvað svo svakalega langa tíma og ég held að við þurfum ekki að breyta eitthvað svakalega mikið. Ég held að við séum búin að ræða hérna ýmislegt sem að við viljum sjá justera og kannski bara stytta hana og einfalda og setja hana undir aðra hvora stefnuna. Takk. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Alltaf gaman að taka umræðu íþróttastefnu og sérstaklega í þessum ágæta bæ okkar þar sem að íþróttir eru allt kring og umlíkjandi, bæði almenningsíþróttir og keppnisíþróttir og við höfum verið að gera mjög vel í íþróttamálum hér í bænum að mínu mati. Það kemur fram í þessa íþróttastefnu sem að henni var árinu 2017, það margt, bara myndi ég segja, ágætt í henni, en annað sem að þarnast virkilega endurskoðunar. Og ég hef oft sagt að við höfum, sko, það eitt af vandamáli við okkar stefnumótun að við setjum dálítið mikið inn í stefnuna, við ætlum að gera svo margt og við ætlum að ná svo mörgu fram frekaldur að reyna straumlínulaga okkur og setja niður það sem við bara hreinlega ráðum við. Við setjum inn alls konar aðgerðir sem að bara ekki hægt og það ekki okkar valdi, einhverju aðrir að koma að því. Við þekkjum þetta, við erum búin að taka umræður aðra stefnur nákvæmlega eins, að við erum að setja inn hluti sem ekki hægt að framkvæma bæjarfélags hálfu í stað þess að reyna bara að búa til stefnu sem að við getum framfylgt, þannig að aðgerðaáætlunin nýtist okkur, það að segja okkur bæjarkjörnum fulltrúum sem og starfsmönnum, þannig að segja að vinna eftir því. Þarna finnst mér í rauninni okkur, við förum eiginlega alltaf fram úr okkur, við ætlum alltaf að vera þetta fyrirmynda samfélag og gera allt og búa til stefnum allt. Þar erum við stödd að mínu mati. Og einhver bæjarfulltrúi sagði, mér viltu ekki bara fara upp og tala að búa til stefnur stefnu. Það bara þannig, ég hef stundum sagt að við séum að gera of mikið af stefnu. Við lögðum mikla vinnu í þetta á síðasta kjörtímabili, þessa íþróttastefnu. Það hefur komið fram að það kom fjöldi manns að fólks að þessari vinnu. Það voru ekki bara forsvarsmenn fyrirtækjana, íþróttafélagana. Það voru ekki bara starfsmenn Akureyrarbæjar. Það var fullt af fólki sem kom að þessu. Og eins og kom fram í máli í bæjarfulltrúa áður, þá fólkið í íþróttafélagum fólkið í bænum. Og ég hefði, í stað þess að vera að tala það að einhenda sér nú í það að búa til eitthvað nýja stefnu, fara í lýðheilsustefnu eða eitthvað líkt, þá hefði ég bara velt yfir mér, ekki bara næra við bara tökum öndum aðeins og teljum á 10. Komum þessu til frístundarás, byggjum þau að skoða þetta, þar fagfólki okkar, þar fólki sem hefur verið að vinna með stefnuna og hvernig hefur til tekist og kannski bara koma með mögulega aðgerðaráætlun eða tímasetja eitthvað hvernig við sjáum fyrir sig að hægt sé að vinna þetta. Þess að það þarf einhver að vinna þetta, við gerum það ekki sjálfur bæjarfulltrúar. Þannig að spurningin er svo hvernig við getum bara hreinlega, að ég myndi leggja þetta bara hreinlega til að við bara færum með þetta, það þarf ekki að taka langa tíma, við getum byrjað að fara með þetta til frístundarás og bara láta þá koma tillögur hvernig við sjáum þetta unnið. Og kannski bara stefnan væri best eins og bæjarfulltrúi Halla kom inn á, að vera bara með stefnu, sníða af henni þá vandkanta, bæta inn í mögulega einhverju sem til vera ekki að búa til ennþá flóknara fyrirbæri, einhverja lýðheilsustefnu, velferðarstefnu, hvað það nú, taka hana bara og aðeins að straumluna. Það kannski gæti verið eitt af því sem að gæti leyst þetta mál fyrir okkur. Þetta bara mín skoðun í þessu máli. Ég líka sko að við erum búin að setja, ef við förum að setja núna vinnu í og búum til einhverja viðamikla stefnu og tökum einhverjar uppbeygjur mögulega í þessu málum, þá erum við náttúrulega líka að fara að koma að kosningum, það kemur ný bæjarstjórn og hvernig vinnur hún með þetta. Jú, auðvitað má kannski segja að við höfum reynslu, við höfum þekkingu og getum mögulega komið þeim sjónarmiðum á framfæri. Ég held við getum það bara í þessari íþróttastefnu sem til staðar í dag.
vinnum það bara kannski þannig. Endurskoðum þetta plagg sem var vel unnið að mörgu leyti á árinu 2017 og bætum því sem við teljum betur með að fara. Í stað að vera að fara að finna upp hjólið alveg að nýju. Og ég tala alltaf fyrir því, jafnvel þó ég tala um að við séum að setja okkur ofmarga stefnur og við höfum verið að gera ofmikið, þetta eru ítalega stefnur, þá held ég að við getum aldrei haldið áfram í pólitík nema að hafa stefnur til að vinna eftir. Það mikilvægt að það sé til stefnu til þess að og aðgerðaáætlun til þess að framkvæma, en það má heldur ekki vera þannig að þegar við horfum á stefnuna að mönnum fallist bara hreinlega hendur að þetta er ofviðamikið til þess að hægt sé að framkvæma. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara þakka fyrir þessar mjög ágætu umræður hérna. Það er kannski svona nokkur atriði sem að ég vil svona skýra eða sem að hafa kannski verið misskilin eða bara ekki verið heyrt hvað ég sagði. Það sem ég var að gera athugasemdir við var þessi fullyrðingum, ég veist þetta ekki vera aðalatriði í málinu, en þessi fullyrðingum að íþróttir séu forvörnin, að þá fer það pínu eftir mínar heimildir eða svona það sem ég hef bara heyrt frá fræðafólki og ég bara geti raun ekki vitnað í eitthvað ákveðið, heldur bara þetta með forvarnir, það er að segja skipulagt tómstundastarf sé besta forvarnin. Það getur verið lestur, það getur verið útivist, það getur verið íþróttir, það getur verið eitthvað, en það verður svona vera aðeins eftir í hver er að tala hvaða áhersla er lögð og íþróttarhreyfingin hefur einhvern veginn dreiða fram að það séu íþróttir framar öðrum tómstundum og það er bara það sem ég er að mótmæla því ég stend í þeirri meiningu það sé ekki rétt að það sé þetta í heildina forvarnargildi skipulags tómstundastarfs. En eins og ég segi, mínum huga þetta algjört aukaatriði. Og ég kannski sagði ekki að enginn hefði ekki haft möguleika á því að koma að stefnumótuninni. Ég las upp úr stefnunni bara hvernig hún var mótuð og þar kemur fram að opinn íbúafundur hafi verið haldinn þar sem 50 manns tóku þátt. Við erum auðvitað ekki með upplýsingar hvaða aðilar þó voru en mín reynsla af svona opnum fundum er að það eru þau sem hafa mikinn áhuga á viðkomandi málefni sem að mæta og 50 manns er bara þokkalega mikil þáttaka í opnum fundi verði ég að segja. En við höfum nú lært það í lærdómsferli okkar sem við höfum verið í síðustu 2 árum íbúasamráð að það sem að skiptir mestu máli er að reyna að finna það fólk sem að er ólíklegt til þess að láta í sér heyra og þess vegna vildi ég draga fram að það sé mikilvægt fyrir okkur að tala við fólk sem hefur ekki brennandi áhuga á íþróttum af því að það hlýtur að vera markmið okkar að fá fólk að borðinu til þess að horfa á einmitt eins og við erum búin svolítið að ræða lýðheilsu vinkilinn í heild. Og ég sagði heldur ekki að ég vildi ekki tala við íþróttarhreyfinguna og mér finnst mjög mikilvægt að þetta sé skilið vel. Heldur sagði ég við ættum fyrst að byrja á því að líta heildrænt á hlutina og tala við, og ég sagði við ættum fyrst að tala við fólk sem hefur ekki mikinn áhuga, en svo sagði ég ætla bara að endurtaka að því með þetta skrifa niður. Þegar ég sagði við ættum að byrja á því að tala við fólk sem hefur lítinn áhuga í íþróttum til þess að koma okkur svolítið niður á að því við meiri segja ég er bara einhvern veginn tiltölulega vel að mér í svona hvað íþróttahreyfingunni finnst að því við heyrum svo óbúslega mikið frá því fólki hingað inn í pólitíkina og þess vegna var ég að tala að leggja áherslu á að heyra í þeim sem eru ekki að láta í sér heyra þessi mál og það sem ég sagði var þegar við erum búin að finna út úr því þá ættum við að hefja samtal við íþróttafélögin það hvernig þau sjá fyrir sér sína aðkomu. Ég er að tala samtal. Það er það sem ég vil bara leggja svo mikla áherslu á það að ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að gera.
Og svo vil ég segja að ég fullkomlega sammála því að það sé ekki, að við þurfum í raun og veru ekki að fara í einhverja brjálæðislega vinnu. Og ég alltaf talskona þess að taka það sem til og hugsa út frá því. Og það bara það sem ég að biðja. Og mér líst mjög vel á að við höldum hérna vinnufund bæjarstjórnar og einmitt líka kannski vildi ég koma inn á það að og ég nefndi það til ræðunum minni áðan að við berum ábyrgð sem stefnumótunar vald í þessu samfélagi og það erum við sem sitjum í bæjarstjórn sem eigum að móta stefnuna. Nefndirnar svo kannski meira í því að framfylgja. Þess vegna finnst mér ekki rétt að við veltum þessu yfir til frístundaráðs, það að segja stefnumótuninni af því að það okkar hlutverk. En samtalið við það fólk sem þar situr og hefur meiri áhuga á málaflokknum heldur en sum okkar hérna inni og þar með tali ég að það auðvitað mikilvægt. En ég vil bara að við tökum ábyrgð, það þess vegna sem ég vil tala þetta í dag, að ég vil að við tökum ábyrgð sem stefnumótunar vald í samfélaginu okkar. Og bara tel að við getum gert það og ég svo sem alveg fullkomlega til í það að það sé unnið að einhverju svona stórri lýðheilsustefnu. Ég held bara stefnu séu alltaf mikilvægar, en það sem mér finnst kannski hafa skort, en mér finnst við hafa bætt okkur í því að vera með aðgerðaráætlanir og mættum kannski jafnvel gera ennþá betur í því að fylgjast vel með því. Og það eitt af okkar hlutverkum, en þá þurfum við líka að fá upplýsingarnar innan úr kerfinu hvernig gengur. Og það svona eitt sem mér finnst við almennt geta bætt í stefnumótun. En það að við einsetjum okkur að fara í gegnum þessa stefnu á þessu kjörtímabili, setja okkar mark á hana og það verður að sjálfsögðu í mínum huga innlegg inn í síðan þessa lýðheilsustefnu sem að hlýtur alltaf að vera unnin einhvern veginn svona skref fyrir skref og þetta þá bara eitt skref í því og mun algjörlega nýtast í þeirri vinnu. Þannig að ég vil nú bara standa með minni tillögu að við sem bæjarstjórn tökum hefjum vinnu við endurskoðun íþróttastefnunnar og einsetjum okkur að ljúka því verki fyrir lok kjörtímabils. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sólveig Björk Stefánsdóttir í loki málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil kannski bara ítreka aftur það sem ég kom inn á áðan. Við erum með stefnuna núna og mér finnst við einmitt þurfa og kannski svolítið eins og Guðmundur Baldvin ítrekaði síðan að fara yfir það hvað viljum við framkvæma því og hvað ekki. Mér finnst það kannski forgangsatriði númer 1 hjá okkur af því við erum að klára okkar tímabil. Annað hangir svolítið á spýtunum með hvort við ætlum að fara í stóra stefnu eða ekki. Af því við erum ekki bara með íþróttastefnuna sem útrunnin, við erum með forvarnastefnu. Og við þurfum þá líka að ákveða af því það núna í vinnslu að vinna henni og við erum aðeins hægt á þeirri vinnu af því að þessi hugmynd hefur verið upp á borðinu, hvort við að fara í stærri stefnu og setja fleiri inn í hana. Og þannig að við þurfum að taka ákvörðun það. Það það sem ég að biðja Hvort sem við byrjum að vinna í því á morgun eða ekki, að fara fullt í þá vinnu, þá þurfum við allan að taka þessa ákvörðun. Ætlum við að hafa sérstefnur, forvarnastefnu, íþróttastefnu. Þetta það sem ég að biðja að við ákveðum. Af því að það hangir á spýtunni í mínu ráði, hvort við förum og keyrum þá forvarnastefnuna sér og klárum það í einni vinnu og byrjum svo íþróttastefnu sér eða þá bara eins og kannski bæjarfulltrúi Halla og Guðmundur kom inn á og ég áðan líka, klárum svolítið þessa stefnu og hvað við viljum taka út úr henni og hvað við viljum keyra áfram. Hugsanlega viljum við setja eitthvað eitt neitt inn eða eitthvað svoleiðis en við þurfum líka að hugsa, tíminn okkar svolítið að verða búinn. En tökum ákvörðun með hitt, viljum við setja einhver svona heildarsýn og ég ekki að sjá fyrir mig að við klárum það fyrir lok okkar kjörtímabils, en það þá allan að hugmynd af því hvernig við sjáum stefnu vinnu, af því að Guðmundur Baldur talaði setja stefnu við stefnuna, það ekkert djók, við ræddum það ég sagði einmitt bæjarstjórnarfundi fyrir einhverju síðan, Reykjavíkurborg gerði það. Reykjavíkurborg setti stefnu yfir hvernig það ætla að vinna stefnur. Og það
hefur aðeins lagast hjá okkur, ég tek alveg undir það, við erum komið með aðgerðaáætlanir sem er gríðarlega mikilvægt tól og tæki finnst mér fyrir okkur sem erum allan á formin og erum í því hlutverki að athuga hvort að við séum að vinna hlutina eða ekki. Og það sem kannski við vantað upp á er rétt eins og bæjarfulltrúi Sóley nefnir, bæjarstjórn hefur kannski ekki nóg duglega að taka einmitt aðgerðaáætlanir inn á vinnufundum og fara yfir og formin þá upplýsa hver heildarstaðan í þeim stefnum er. Við erum yfirleitt á okkar vinnufundum að taka fyrir eitt og eitt akut mál sem er í gangi staðinn fyrir að fara heildrænt yfir málaflokkin. Og það er kannski eitthvað sem við þurfum bara aðeins að hugsa upp á nýtt og ég held að sé bara góð vinnubrögð sem við ættum að fylgja eftir. Þannig að mér vantar ennþá pínu þetta svar af því að ég er með 2 stefnur inn á mínu borði. Erum við að fara að vinna það í sitt hvoru lagi eða eina heildræna stefnu? Ég er ekki að tala endilega þó ég segi í þessari bókuna við þeir sem að setja allt alveg á fullt af því ég heyra sumir bæjarfulltrúar ekki alveg á því að við sem að setja fullt effort í það heldur svolítið að bara skoða þá stefnu sem við erum nákvæmlega með núna en ég þarf að fá svarið. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir loki máli sinni til að biðja varaforstöðum að taka við stjórnin og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar bara því að bæjarfulltrúi Eva Hrund er að spyrja og vantar svar og ég veit ekki alveg, ég átta minna ekki alveg á hvað þú ert að meina eða jú, ég skil að þú fari í stórkostlega vinnu við forvarnastefnuna og síðan íþróttastefnuna og það verður allt sitt hvort. Ég spyr á móti, er hægt að endurskoða eins og ég var að velta fyrir mér áðan íþróttastefnuna, lengjana í 2-3 ár, lagana þá vankanta sem okkur finnst vera á henni og hún verði kafli af stærri stefnu. Hún verði, það að við förum ekki beint í að segja ok, við ætlum að vera með lýðheilsustefnu sem á að yfirtaka allt sem er bara fínt, lengra markmið. Getum við tekið það sem við erum með að borði núna og þú segir þið erum með forvarnastefnuna, getum við bara að klára forvarnakaflan í lýðheilsustefnunni. Skiljið hvað við. Þannig að ef það er hægt, þá segir bara já, gerum það, bara tökum bara kaflana og þá er það svar mitt við því. Og í þessari yfirstefnu sem að þá snýr að öllum þessum flokkum og þetta er bara kafli í stærra plaggi. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ykkur er svo annt þessar stefnur. Ég verð nú síðan að fara þá yfir eitt af því að það er farið svo vel eftir stefnunum í ráðunum okkar. Eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á áðan þá átti IBA að fara í það að forgangsraða í hvaða verkefni við færum í hérna á Akureyri að byggja. Við erum með í þessari stefnu íþróttaaðstoð og mannvirki. Og þar eru aðgerðir og ég skil ekki af hverju að vera að fara í þessa vinnu sem að fara í. Það stendur að ég að fara í fjölnota íþróttahús og 50 metra sundlaug. Af hverju er það ekki komið? Eftir hverju er að vinna? Við förum eitthvað allt annað. Við fórum að byggja hús við Nökkva. Ég skil ekki alveg. Ef það er verið að taka fyrir svona að ég fari eitthvað og að ég fari eftir stefnunum, af hverju fari ég allt aðra hluti? Það var farið í það að láta einhvern hóp koma með nýja stefnu inn í þessa stefnu, þó svo að væri til hérna stefna sem var samin. Akureybær hefur ekkert efni á að fara í fjölnota íþróttahús núna eða 50 metra sundlaug, hefur ekkert haft á þessu kjörtímabili. Og ef þetta er svona flotta stefnur sem verið að semja hérna, þá skil ég bara þessu ekki, bara á þessu smultiri. En það er gott að það sé verið að fara eftir henni. Takk. Það bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir.
Þið voru jafn. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er nefnilega líka pínu týnd í þessu sko með lýðheilsustefnuna af því að kannski er það umræða sem að við þurfum að taka sérstaklega og taka betur, það er að segja taka umræðan það viljum við fara í að búa til eina lýðheilsustefnu og þess vegna langar við bara til þess að halda mig við mína fyrirtillögu, ekki af því að sé á móti lýðheilsustefnu, heldur bara af því að það er í raun og veru augljóslega verkefni sem býður annarar bæjarstjórnar. Og meðan að ég held að við ættum að takast á við þetta verkefni sem snýr að íþróttamálunum og teygja þau í átt til forvarna og lýðheilsu eins og við höfum oft einhvern veginn talað formlega og óformlega. Þannig ég vil segja að mig langar að halda mig við mína tillögu að við tökum að okkur að endurskoða íþróttastefnuna. Það er síðan næstu bæjarstjórn vegna þess að ég held ég sé ekki að misskilja neitt þegar ég segi að það að einhver stefna sé til og sé jafnvel dagsett með einhverjum árum gildistíma að þá getur hvaða bæjarstjórn sem er ákveðið að bara gera nýja stefnu. Þú veist, þannig að ég segi við skulum takast á við þetta verkefni að lagfæra og eins og ég segi endurskoða íþróttastefnun okkar og ég hef fulla trú á því að það verði mjög góð grunnur inn í það verkefni að gera einhverja heildræna lýðheilsustefnu. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máls sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér heyrist nú að þessar umræður sem við erum búin að eiga hér í dag séu nú kannski að leiða okkur í einhverja lausn á þessu máli, þannig að við getum nú verið öll tiltölulega sammála þegar við göngum hér í burtu. Ég man ekki alveg nákvæmlega sem bæjarfulltrúi Hlínu kom inn á, ég held að það hafi nú verið stækt, eða jú, ég er nú með leyfi forseta, að það meðal þeirra mannvirkja sem fyrirliggur að þurfa að skoða er uppbygging og það er nefnt fjölnota íþróttahús og 50 metra sundlaug, skilgreindir hjóla- og göngustígur og margvísleg útiaðstaða. Það er alveg rétt að meðal þeirra mannvirkja sem skoða þarf að byggja upp og við síðan var farið í og það kemur líka fram í þessari ágætu stefnu að það var ætlast til þess að menn færu að búa til svona forgangslista á mannvirkja uppbyggingu og sem að síðan varð ekki og síðan tókum við það í okkar hendur og svo er allir óánægðir með það líka og við erum núna þessa dagana bara núna að skoða næstu skref. Við settum inn í 4 ára áætlun fyrir okkur, settum við uppbyggingu nokkuð húsnæðis. Það er húsnæði sem er búið að vera í raun bara alveg frá því ég byrjaði í pólitík 2010 hérna í bæjarstjórnarpólitíkinni, þá var þetta verið eitt af þessu sem alltaf verið að berast fyrir og fyrir kosningar 2014 var þetta eitt af sem var sett í loforð þáverandi meirihluta að það yrði farið í þetta og búið að setja fjármuni í og svo eru þeir fyrir vonbrigðum og þetta var svona velt á undan sér. Aðstæðan þarna niður frá var ekki orðin boðleg og við ákváðum að endingu að fara í uppbyggingu á þessum mannvirki, vissulega dýrar heldur en kannski sumir hefðu viljað sjá og þar á meðal ég, en hins vegar held ég að sú uppbygging hafi tekist ákaflega vel og verði til mikils prýði fyrir bæjarfélagið og vonandi verður til þess að lífið á pollinum mun aukast og þar erum við líka ekki bara að tala um keppnisíþróttir, heldur við líka að tala um fólk sem er að stunda bara almennisíþróttir og nú er alls konar eins og paddleboarding og fleira, kajakróður og fleira farið að teljast almennisíþróttir og fólk er farið að stunda þetta meira mæli og vonandi verður þessi bygging til þess. Við erum bara að setja inn í fjárhagsáætlunina líka að klára aðstöðu hjá skautafélaginu og það er eitthvað sem er inn á áætlun næsta árs og jafnframt settum við árið 2023 og 2024 fjármuni til uppbyggingar íþróttamannvirkja hjá KA og við erum bara akkurat þessa dagana að ræða við þá þá uppbyggingu og ég held að við verðum svona að halda hlutum áfram gangandi en þessi umræða sem er átt sér stað hérna í dag, hún kannski leiðir til þess að við ættum að samþykkja einhverja bókun. Ég velti fyrir mér, við erum búin að kasta hér dálítið mikið á bókunum á milli okkar og kannski svolítið erfitt þegar menn eru að svara þessu í tölvupóstum hér fram og tilbaka, þannig ég hefði óskað eftir því við fundastjóra eða forseta bæjarstjórnar að það gerði smá hlé bara á fundinum og við tækjum bara ákvörðun hvernig við vildum láta þessa bókun hljóma sem allir getur verið sáttir við. Takk fyrir.
Þá er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og ég ætla bara að verða þessari ósk og gera stutt fundarhlé, svona 5 mínútur.
Þá erum við aftur hér mætt til fundar og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, í hléinu þá komumst við á niðurstöðu og ákveðum að halda umræðinu þessi mál áfram á næsta fundi og bókum ekki að sinni. Bæjarfulltrúi. Ég kannski þá legg það til. En það var ekki þannig. Ég ætla að leggja það til að við bókum ekki neitt og heldum að við umræðinu áfram. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn eftir stjórn fundarins. Já, takk fyrir það og þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það er 11. Þá erum við komin að 3. lið á dagskrá og það er skýrsla Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar til málstekju bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir. Og tökum við þá upp léttara hjal. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég óskaði eftir því að við myndum ræða skýrslu IPCC, en það er sérfræðingahópur milliríkja nefndar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar. En sú skýrsla kom út 9. ágúst síðastliðinn og við ræðum hana í dag því að nú erum við á fyrsta fundi bæjarstjórnar eftir sumar fundarhlé. En ástæða þess að ég óskaði eftir þessari umræðu er sú að það er mjög mikilvægt að við sem bæjarstjórn bregðumst hratt við loftslagsbreytingum og að við leggjum okkar að mörkum til að koma í veg fyrir þær náttúruhamfarir sem hægt er að koma í veg fyrir. Það er alveg ljóst að við munum ekki koma í veg fyrir að við hér á Akureyri munum finna fyrir afleiðingum hamfarahlýnunar loftslags. En við getum gert heilmikið til að minnka skaðann og til að gefa framtíðarkynslóðum tækifæri til að takast á við vandann. Mér langar að vitna í Antonio Guterres, aðalritara Sameinuðu þjóðanna, sem sagði í tilefni af útgáfu þessara skýrslu meðal annars að þessi skýrsla væri rauð viðvörun fyrir mannkynið. Hann sagði viðvörunarbjöllurnar væru ærandi og sönnunargögnin óhrekjanleg. Gróðurhúsalofttegundir eru að kæfa plánetun okkar og setja líf milljarða manna í hættu. Við megum engan tíma missa og það er ekkert rými fyrir afsakanir. Og þetta sagði hann þá og það verður bara að segjast eins og að það hefur aldrei áður verið talað jafn skýrt á jafn formlegum og valdamiklum vettvangi og gert var í sumar þegar þessi skýrsla kom út. En það er samt þannig að vísindafólk hefur talað um hættuna af völdum loftslagsbreytinga í svona 30-40 ár í það minnsta. Síðustu 4 áratugi hefur hver áratugur verið hlýrri en allir fyrri áratugir síðan samfelldar mælingar hófust. Samþjöppun koltvísýrings í andrúmsloftinu er sú hæsta í að minnstakosti 2 milljónir ára. Sjávarmál er að hækka með meiri hraða en það hefur gert í að minnstakosti 3000 ár. Ísbreiður á norður- og suðurskautsinu eru minni en þær hafa verið í að minnsta 1000 ár. Bráðnun jökla er meiri en hún hefur verið í það minnsta 2000 ár. En frá árinu 1950 hafa loftslagsbreytingar valdið tíðari og sterkari hitabylgjum, tíðari og sterkari stórúrkomubylgjum, auknum þurrkum, auknum skógareldum, ásamt hlýnun og súrnun sjávarins. En það er í raun fyrst núna sem við heyrum umfjallanir slíka viðburði í nánast hverjum einasta fréttatíma. Og það er núna sem við höfum fengið algjörlega óyggjandi skilaboð frá vísindasamfélaginu. Og með leyfi forseta vil ég vitna í þessa fyrrnefndu skýrslu. Það er, og þetta er að sjálfsögðu íslensk þýðing, það er óumdeilanlegt að loftslagsbreytingar eru af mannavöldum. Það er óumdeilanlegt að náttúruhamfarir á borð við hitabylgjur, ákafari úrkomu og þurrka
eru afleiðingar loftslagsbreytinga af mannavöldum. Í síðustu viku skrifaði nemi úr Menntaskólanum á Akureyri grein í Kjarnan sem heitir Disco Frisco heimsendir, minnir mig að hún heitir. Og mig langar með leyfi forseta að vitna í greinina. Og ég gríp hérna niður í svona cirka miðja grein. Það sem segir: Svo þegar byrjar að styttast í heimsenda innan sviga, núna, skaltu bara byrja að djamma og hafa gaman. Langtíma fjármál skipta ekki máli rétt fyrir heimsenda. Hámarkaðu hedonisma og slæma siði. Farðu svo í messu, bara svona ef það skildi vera karl á tunglinu. Gerðu allt sem þú getur til að deyja með bros á vör, án eftirsjár, því það fátt annað í stöðunni. En ég vil nú segja að ég deili ekki þessari skoðun. Ég er alveg handviss að við getum breytt þessu. Við höfum nefnilega ennþá tækifæri. Við getum ekki stöðva hlýnunina, bara svona svona. Við getum ekki forðast afleiðingar loftslagshamfara, en við getum minnkað þær. Og við höfum það bil 50% líkur á því að hringrás Atlantshafsins, sem er lykilþáttur í veðrakerfinu, stöðvist ekki. Ef við grípum til umfangsmikilla aðgerða, hlýnar minna og þá verður ólíklegra að hlýnunin fari yfir 2 gráður. Í bjartsýnustu sviðsmynd IPCC, þar sem mest er dregið úr losun, stöðvast hækkun meðalhita eftir að hnattræn hlýnun fer nokkuð yfir 1,5 gráður og fellur svo aftur niður að 1,5 gráðum. Þetta er kannski ekkert æðislegt, en þetta er margfalt betra heldur en svartsýnasta spáin og það er til mikils að vinna. Við sem bæjarstjórn í pingulitlu sveitarfélagi á hjara veraldar gætu kannski hugsað sem svo að það skiptir nú kannski ekki miklu máli hvað við gerum og segjum. En þannig geta í raun allir hugsað. Það er alltaf hægt að finna einhvern stærri sem mengar meira. Og ef við tökum undir með Emma-nemandanum sem að ég vitnaði í hérna áðan, þá bara legg ég til að við bara hættum þessu bæjarstjórnarrugli, drífum okkur hérna fram, pöntum kampavín og kökur á línuna. En ef við hins vegar ætlum að gera það sem í okkar valdi stendur til að gefa komandi kynslóðum, þetta snýst kannski ekki beint komandi kynslóðir, þetta snýst náttúrulega bara okkar kynslóð og fjölskyldunar í okkar samfélagi. Ef við ætlum að gefa þeim tækifæri til að eiga þokkalega gott líf, þá skulum við gera eitthvað núna. Við skulum sjá til þess að næst þegar einhver af okkar stofnunum þarf að fjárfesta í bíl, þá verði sá bíl ekki knúinn af jarðefnaeldsneyti. Við skulum sjá til þess að íbúar sem vilja nota aðra valmöguleika en einkabílinn fái þá valmöguleika. Við skulum sjá til þess að flugferðum á vegum Akureyrarbæjar fækki eða kannski fjölgi ekki aftur eftir COVID. Við skulum huga að umhverfisáhrifum allra framkvæmda á vegum bæjarins. Við skulum hvetja starfsfólk Akureyrarbæjar til að ferðast til og frá vinnu með öðrum leiðum en einkabílum. Við skulum minnka magn sorps og auka endurvinnsluhlutfall. Við skulum gera kröfur á verktaka í umhverfismálum. Við skulum sýna með virkum hætti að við ætlum að standa með íbúunum okkar í þeim breytingum sem framundan eru. Við skulum kalla eftir loftslagsstefnu Akureyrarbæjar sem er búin að vera að velkjast í bæjarkerfinu í meira en heilt ár. Við skulum gera ráð fyrir að færa til fjármagn í samræmi við okkar vilja í loftslagsmálum í þeirri fjárhagsáætlun sem við erum nú byrjuð að undirbúa. Við skulum ekki láta okkar eftir liggja. Hér hefur verið mikið rætt stefnur og ég veit að stefna er eitt og aðgerð annað. Í umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar sem var samþykkt árið 2016 segir: við endurnýjun ökutækja hjá Akureyrarbæ skulu aðeins keypt ökutæki sem geta gengið á hreinum innlendum orkugjöfum. Í síðustu viku festi velferðarsvið Akureyrarbæjar kaup á smábíl sem ekki gengur fyrir endurnýjanlegum orkugjöfum. Þetta er ekki í fyrsta sinn á undanförnum misserum sem ég hef gert athugasemdir við bílakaup
sem samræmast ekki stefnu okkar, en ég vona heitt og innilega að þetta hafi verið í síðasta skiptið sem ég þarf að gera slíkar athugasemdir. Ég veit við getum þetta, ég hef trú á okkur, en við þurfum að hafa fyrir því. Og ég vil leggja til við bæjarstjórn að eftirfarandi bókun verði samþykkt. Hún hljóðar svo: Akureyri hefur verið framarlega í flokki varðandi umhverfis- og loftslagsmál, svo sem með flokkun á sorpi, vinnslu á metan og lífdísel og moltu og með kaupum á hreinorkubílum og fleira. Bæjarstjórn Akureyrar gerir sér þó grein fyrir að áríðandi að grípa til enn frekari aðgerða vegna loftslagsbreytinga og einsetur sér að taka málin föstum tökum. Samþykkt verður ný aðgerðabundin loftslagsstefna fyrir árslok sem fylgt verður fast eftir á komandi mánuðum og árum. Og lokum vil ég bara endurtaka það sem ég sagði hérna á þessum sama vettvangi 19. apríl 2016. Þetta snýst ekki að bjarga jörðinni. Hún mun bjarga sér og hún mun hrista af sér ruslið og draslið þegar við erum farin. Þetta snýst að gefa okkur mannfólkinu tækifæri til að vera hér lengur. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir í loki máls, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka heils hugar undir með bæjarfulltrúa Sóleyju að máli liggur fyrir. Það fullsannað að það eru áhrif mannsins sem eru að valda þessari hamfarahlýnun andrúmsloftsins og við verðum að bregðast við. Og bæjarfulltrúi Sóley nefndi umhverfis- og samgöngustefnu okkar sem er núna það byrja að verða 5 ára gömul og var ágætt á sínum tíma en kannski barn síns tíma bara við skoðum nafnið, umhverfis- og samgöngustefnu og ekki minnst á loftslagsmál. En nú eins og kom fram verið að vinna nýri stefnu sem að mun kallast umhverfis- og loftslagsstefna og hún kom fyrst fram sem drög fyrir ári síðan eins og var nefnt og núna í þessari viku og næstu munu ný drög ásamt þá drögum að aðgerðaáætlun verða kynnt og rætt í bæði umhverfis- og mannvirkjaráði og það næstu viku ef ég skil rétt í skipulagsráði. Þannig að ég held að sjálfur raunhæft eins og kemur fram í drögum að ályktun að við getum klárað þetta mál fyrir áramót með samþykkt á nýri stefnu í bæjarstjórn. En ég vil líka nefna í stóra samhenginu að umræðan hefur svolítið mikið snúist Vesturlönd og hvernig Vesturlönd þurfa að breyta orkugjafa og helst minnka sína neyslu og svo framvegis en íbúar í þróunarlöndunum vilja náttúrulega bæta sín lífskjör og þeir eru miklu fleiri heldur en við Vesturlandabúar. Fólki þar vill betra húsnæði, það vill orku, það vill ferðast og það náttúrulega rosalega stórt verkefni líka að hvernig hægt að bæta lífskjör meiri hluta jarðarbúa og á sama tíma draga úr kolefnislosun verulega. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson í loki máls, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara koma hingað upp til þess að þakka bæjarfulltrúa Sóley Björk fyrir mikilvæga umræðu hérna á þessum vettvangi. Tek að sjálfsögðu undir það sem að bæjarfulltrúi Andri sagði hérna áðan hvað varðar það að loftslagsmálin eða umhverfis- og samgöngustefnan eins og við köllum hana þá á sínum tíma barn síns tíma og loftslagsmálin þurfa að hafa alvöru vægi inn í okkar stefnu og stefnumótun. Og við eigum að gera miklu betur og taka því hlutverki alvarlega. Ég auðvitað spennt fyrir því að sjá hvernig vinnan þróast með okkur af því að við höfum oft rætt að hlutirnir megi ekki vera of dýrir, mikilvægi þess að
að stilla saman strengi á Íslandi og svo framvegis. Mér finnst brjálæðislega áhugavert að velta því fyrir mér hvað gerist ef við gerum lítið sem ekkert. Mér finnst það eiginlega næstu því áhugaverðari flötur á öllu okkar mannlífi, atvinnulífi, hagsæld, fjármagni, lífsgæðum og svo framvegis ef að við vinnum ekki markvisst að málefnum sem tengjast loftslagsbreytingum. Þannig að mér finnst þetta eiginlega ekki bara spurningum að við ættum svona að tikka í einhver box og auðvitað finn ég svolítið fyrir því þegar við hefjum umræðuna hvað það að gera og hvað það kosti að þá kemur svona kannski smá hik og en eins og ég segi, mér finnst mikilvægt að við horfum til þess hvað kostar það að gera það ekki. Þannig ég eiginlega vildi koma og segja það að það eiginlega ekki valkostur og segja að ég tek heilshugar undir þessa bókun. Ég er stolt af því sem bæjarbúi og ég held að við flesti bæjarbúar síðan stoltir af því að við höfum í gegnum árin verið í fararbroddi í þessum málaflokki. Gert ótrúlega vel. Núna hins vegar þurfum við að gera enn betur og jafnvel miklu betur ef við ætlum að halda áfram að vera í fararbroddi í þessum málum. Og af því að hlutirnir snúast oft atvinnu- og efnahagsmál þá erum við að heyra það æ oftar að fyrirtæki selja sína vöru og þjónustu meðal annars á forsetum þess hvernig þeim tekst að haga sínum málum með varða loftslagsbreytingar, hvort sem það í ferðaþjónustunni, við heyrðum áhugavert viðtal Grenivík sem að selja snyrtuvörur og svo framvegis, þannig að það kannski lukkan með okkur í því samhengi að hagkerfið vinnur í rauninni í þessa átt. Það borgar sig líka fjárhagslega að fara þessa leið. En það auðvitað ekki allt og sumt og við getum ekki kannski bara horft til þessa fjárhagsáætlunar tímabils eða fjárhagsáætlunar næsta 3 ára, heldur kannski að horfa til 30, 40 og 50 ára í þessum efnum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, loki máli sinni, orðið laust. Ég byrði að varaforsetum að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Það getur sennilega ekki verið án gleraugu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að biðja á að þakka Sóleyju Björk bæjarfulltrúi að koma að þessu mál á dagskrá og fara yfir þessar svona stikla stóri því sem kemur fram í þessari skýrslu sem er svona eitthvað sem að, þú veist, kemur kannski ekkert á óvart en er svona staðfesting á því sem að hefur verið að ræða síðustu ári eins og þú nefndir bæjarfulltrúi Sóley, hvað 30-40 ári eða eitthvað slíkt. Þegar við byrjaði að ræða þetta og við svona vonuðumst að þetta væri ekki svona slæmt en svo náttúrulega líður tíminn og hann líður ótrúlega hratt og svo allt í einu erum við komið þangað að við getum ekkert annað en brugðist við. Og ég segi eins og bæjarfulltrúi Sóley Björk að ég hef trú á að við getum gert eitthvað. Við hefum sýnt það í gegnum faraldurinn í COVID að þegar við ætlum okkur eitthvað þá getum við staðið saman og hreinlega sett allt á hvolf til þess að koma hlutunum í lag. Þannig að það er sjálfsagt alveg hægt með umhverfismáli, það er kannski aðeins flóknara því að þetta snertir ekki okkur heilsu alveg beint. Þú veist, það kemur ekki við okkur, við veikjumst ekki bara núna, sko. En það kemur til með að snerta okkar heilsu, alveg sannarlega. Og mér langaði aðeins hérna því að og eins og bæjarfulltrúar hér inni hafa fengið fullt af upplýsingum frá Guðmundi Hauki sem starfsmann okkar í Vistorku sem hefur verið duglegur að senda okkur alls konar upplýsingar og hvetja okkur áfram í þessum málum. Að þá þá stöndum við frammi fyrir því að kannski helsta verkefnið sé að draga úr olíubrennslu eða brennslu á olíu. Og við erum að nota alveg tölverða olíu bara út í norðurhverfinu okkar, Grímsey, og síðan náttúrulega við grasslátt og snjómokstur og svo framvegis. Og við erum vissulega búin að vera að gera mjög vel og höfum státað okkur að því að vera framarlega í þessum umhverfismálum á Akureyri og eigum bara að vera stolt af því, en við getum gert betur. Og það er auðvitað, spurningin alltaf einmitt þetta með eins og bæjarfulltrúi Hilda kom inn á,
hvað kostar þetta og við erum alltaf svona, þetta er nú djöfull dýrt og ætlum við að vera fremst og alltaf að vera svona einhverju pilotverkefni sem kosta alveg augun úr og svo kemur ríki og borgar fyrir restina. Og við sitjum eftir með sárt ennið í einhverju skilningi, þó að það sé aldrei hægt að tala kannski það, en þá lítum við svolítið á það að við höfum tapað peningum af því að við fengum ekki jafn mikið á okkar sameiginlegu sjóðum til þess eins og aðrir. Og það svona kannski pínu dregur og viljanum til þess að gera vel, en ég held samt að við getum það ekkert. Við í raun verðum bara að halda ótrúið áfram og svona finna þá næstu lausnir og þetta er að gera svo hratt. Rafbíllinn er að verður framtíðarbíllinn alveg örugglega sem einkabíll. Og síðan er að koma, allir þessi stóru vagnar sem við vorum að segja, já, þetta verður nú aldrei rafbíll, það gerist ekki á næstu 10 árum eða eitthvað, en svo gerist þetta bara og allt í einu þetta bara komið. Og þannig að þeir sem vilja sjá eins og sumir bæjarfylltar að heyra drunurnar í flottu gömlu bílónum, þeir eiga eftir að sakna þess verulega. En við getum, ef ég fer aðeins yfir svona því sem við erum að brenna. Við erum að brenna 200.000 lítrum af olíu í Grímsey og sæmilega stór verktaki hér í bæ brennir öðru eins magni. Malbiksframleiðslan er 50.000 lítrar, en bílarnir á götunum bæjarins brenna að meðaltali 1.000 lítrum á ári hver og það eru 13.800 stykki hérna á Akureyrarbæ. Þannig að við erum að brenna 14 milljónir lítrum á hverju ári. Bæjarbúar að kaupa því olíu fyrir 3 milljarða á hverju ári til að komast á milli staða í fólksbíl. Þegar flotinn verður allur rafvæddur, þá fer þessi tala niður í 300 milljónir og þá má gera ráð fyrir að þær renni allar til okkar orkufyrirtækja eða svona stæðstu leyti, til Norðurorku og Fallorku. Það er nú þegar 1000 bílar að stinga í samband á Akureyri sem þýðir 30 milljónir í nýjar tekjur fyrir þessi fyrirtæki okkar. Þannig að einmitt, hvað kostar að gera ekki neitt og hvað erum við að fá í tekjur á móti? Þannig að við þurfum kannski að reikna allan hringinn og samfara og finna leið sem verður bara hagkvæm, fjárhagslega hagkvæm. Og það er líka búið að vera að ræða þá og Guðmundur í Vistorku, svo ég veit nú í hann, að hann hefur margoft talað það að við sem þjóð verðum látin greiða. Ef við erum ekki að standa á okkar skuldbindingar, þá kostar það. Og ætlar þjóðin og ríkisvaldið, og það því að það er nú bæjarfulltrúar sem eru í framboði, að þá bara ætlar ríkisvaldið, ekki að koma með þessa fjármuni inn í að losa eða leysa málin til framtíðar. Hvað varðar umhverfismálin? Já, ég ætla svo sem kannski, þetta er bara stóra tölur. Við erum við tökum bara olíuna. Og við verðum að gera eitthvað. Við getum ekki beðið. Börn sem að fara í 6 ára bekk í dag, eða að fæðast í dag, þegar verða 6 ára þá verður loftslagsvandamáli komið á fullum þunga og þau eyða allir sinna ævi í að glíma við þetta vandamál sem við getum raunverulega tekist á við miklu auðveldar. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og fær í aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég eiginlega verð að koma upp til þess að ræða sorpmálin okkar. Við höfum staðið okkur ofsalega vel í að flokka, en við erum kannski ekki alveg að standa okkur nógu vel í hvað við gerum við sorpið þegar við erum búin að flokka. Það sem að pirrar mig óstjórnlega, að það er það að við skulum ekki vera að stíga það skref að fara í alvöru lífmassaver og klára þessa endurvinnslu á þessu sorp okkar. Við erum ennþá að urða bróðupartinn af öllu sorpi sem er flokkað og unnið hér á Akureyri, sem fólk er að leggja vinnu í að flokka og við erum að urða. Við erum að urða alveg helling. Auðvitað fyrir fullt af lífræna í moltu og allt það, en við erum alltaf að bíða. Við erum að bíða eftir að komi fjármuni frá ríkinu. Og ég skilur það svo vel, að því að svona dæmi þetta kostar 6 milljarða, er okkur sagt, að fara í lífmassaver sem að klárar að vinna hráefni úr öllu sorpinu okkar.
En það kannski það sem við verðum að horfa á, að við þurfum að stíga þetta skref og við verðum að gera þetta kannski saman með sveitarfélögunum í kring eða allavega þjónusta þau. En á einhverjum tímapunkti þarf að taka þessa ákvörðun að við ætlum að gera þetta. Við erum búin að veltast á þessu kjörtímabili í því hvort við höfum að gera svona athugun á því hvort að þetta sé raunhæft að fara í þetta og hvernig það sé raunhæft og hvar við getum sótt peningana. Þetta sem betur fer, ég held að vera komið í það form að við erum að fara í þessa vinnu og vonandi skilar hún einhverju þannig að við getum haldið áfram. Við erum líka, ég er búin að heyra þetta, sem sagt að við erum að bíða til umhverfisráðherra að hann taki ákvörðun hvort það komi og verði setti peningar í svona dæmi. Við eigum ágætt svæði hérna út á Disneysi sem ég er búin að leggja til að við flytjum moltu og hefjum uppbyggingu á því svæði. Ég held að það geti orðið bara mjög flott dæmi og flott uppbygging, en þetta kostar peninga og ég veit að við erum að skuldbinda komandi bæjarstjórnir í ofsalega mikla skuld ef við förum í mikla lántökur til þess að gera þetta. En fyrir mér að þá þetta svolítið stóra máli í loftslagsmálum. Hvort að við ökum aðeins lengur á bensíni, það held ég að hafi kannski ekki alveg jafn mikil áhrif. Við erum á fullu og það ákveðin stefna hjá ríkisstjórninni í að skipta út bílunum fyrir minni með 2030. Þannig að við náttúrulega bara komum til með að gera það og ég veit að Norðurorka og ég var nú að fundið þar daginn þar sem við vorum að vinna í innviða hugmyndum, hvernig væri hægt að bæta innviðinni hér í bænum í sambandi við hleðslustöðvar og annað. Sú vinna bara í fínu farvegi, en ég held við verðum að klára að ræða þetta sorpmál. Þetta ekkert í lagi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara aðeins að koma inn á þessu umræðu varðandi lífmassavirði sem að bæjarfulltrúi Þórhallur kom inn á og vissulega eitthvað sem áhugavert að taka þátt í. En hins vegar það þannig að þetta kostar mikla pening og hann talar það að þetta sé 6 milljarðar, ég hugsa að það sé kannski varlega áætlað, en auðvitað þurfum við kannski að móta okkur stefnu. En ég hef bara áhyggjur af því að þegar við til að mynda grípum og tökum forystuna, til að mynda eins og í sorpmálum og urðun og moltuframleiðsluna og það allt saman, sem að vara undirlagi ríkisstjórnar á sínum tíma. Við áttu allir að fara í þessa vegferð. Akkur bara fór í þetta og við erum bara að leggja fjármuni til þess og við höfum alltaf verið svolítið í fararbroddi. Ég aftur á móti segi að það sé mjög mikilvægt að fara í lífmassavirði, en við verðum til þess verður eitthvað stærra að koma til þetta bara 19.500 manna samfélag á Akureyri. Það má kannski taka tillit til nágrannasveitarfélaganna, en við erum langstærst í þessu samstarfi. Þannig að ef við ætlum að fara út í slíkar aðgerðir, þá verður ríkisstjórnin að standa á bak við það. Og menn verða bara að finna sameiginlegar lausnir á landinu í heild. Ekki það að við Akureyringar ætlum að vera svo góðir í öllu og fara fyrstir á stað. Auðvitað mikilvægt að við sýnum fordæmi og við gerum, kannski eins og kannski í þessari tillögu hennar bæjarfulltrúa Sóleyjar, að við ætlum í rauninni við ætlum ekki að sitja aðgerðalaus, en við höfum líka að passa okkur á því að hlaupa ekki fram úr okkur og vera ekki, við verðum einhvern veginn að taka markviss skref í þessa átt. Ég varð að bregðast við því sem að bæjarfulltrúi Þórhallur alltaf, ég ætla ekki að fara að taka sérstilega þátt í þessu umræðu, en þetta með lífmassavirði, það vissulega framtíðin, en við þurfum að sjá hvernig við eigum að gera það. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka þessa prýðisgóðu umræðu sem hefur farið fram hér og ég sammála mjög mörgu. Við erum búin að tala kannski í stóra samhenginu, mér langar kannski bara að hvetja íbúa Akureyrar og fara í svona umhverfismál og nú fer að hausta og vetur gengur í garð, þannig að mér langar að hvetja bæjarbúa til þess að huga því að nota annars konar dekk en nagladekk þennan veturinn, taka smá áhættu í umhverfismálum og kaupa öðruvísi dekk en nagladekk.
Ég hvet ykkur líka bara til þess að nýta ykkur strætó, það frítt í strætó, það stuttar vegalengdir, það þekkið þið vel hér á Akureyri. Ég hvet stofnanir og fyrirtæki til þess að veita samgöngustyrki til sinna starfsmanna. Mér langar að fengum kynningu hér fyrr á árinu skógrækt, að hugmyndi manna að gera stærsta skóg á Íslandi hér í Eyjafirði. Gerum það að veruleika og svo sérstakt áhugamál mitt, þéttingu byggðar til þess að stytta, eða nýta landið betur og kannski stytta leiðir og fyrir íbúa bæjarins, stytta þær enn frekar. Þannig að höfum það í huga og varðandi líforkuverið að auðvitað mun þetta kosta en straumarnir sem frá líforkuverinu koma, búa til peninga, þannig að mér finnst að við að skoða þann möguleika mjög vel. Takk. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég verð náttúrulega að koma upp þegar að málið snertir meðal annars lífmassaver og vil þakka bæjarfulltrúa Þórhalli kærlega fyrir að vekja máls á því vegna þess að ég sammála því að það eitthvað sem við þurfum virkilega að horfa alvarlega á og ég held að við eigum ekkert endilega vera hrædd við að vera best í heimi í umhverfis- og loftslagsmálum. Lífmassaver, og það nú kannski eitt sem ágætt að upplýsa líka bara bæjarbúa, það minnst að kosti samhljómur hér í bæjarstjórn og hjá sveitarfélögum flestum á Norðurlandi eystra að leggja fram fjármuni til þess að fara í þessa greiningu á því hvað það kostar, hvað það gerir og svo framvegis, sem gríðarlega mikilvægt skref sem hreinlega verður að klára og mikilvægt gagn líka inn í framtíðina. Að sjálfsögðu ég sammála bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin að þarna þarf að vera öflugt samstarf milli ríkis og sveitarfélaga og auðvitað hafa landshlutasamtökin öll þau hafa breytt sóknaráætlunum sínum og lagt mikla áherslu á umhverfismálin. Þannig að fólk víða land, bara allt land, samstiga í því að vilja gera betur og ég myndi gjarnan, og við höfum varist fyrir því að það komi meiri fjármunir eða einhverjir fjármunir í gegnum farveg umhverfisráðuneytisins í þeim efnum sem ég vona verða veruleika vegna þess að ég held að það skipti virkilega máli að þetta verði samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga og þar verði ekki einhver leðjuslagur vegna þess að það bara endar í tómu rugli. En ég held að stóra máli sé að við bara höfum ekki efni á því að bíða og þetta mun skila sér samfélagslega og fjárhagslega og tilfinningalega að taka þessum málum föstu tökum en að sjálfsögðu þarf að vanda til verka og aðnekja af stað í einhverja tóma vitleysu. Það segir sig sjálft. Það bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fagna þessari umræðu, hún nauðsynleg og hún mikilvæg og ég held að sé líka mikilvægt að við nálgumst þessa umræðu út frá stóra samhenginu af því að nú erum við að tala hvað Akureyri getur gert í sínum málum og það vissulega mikilvægt að skoða það og skoða þá umhverfis- og samgöngustefnuna í því ljósi og það mikilvægt að við séum alltaf tilbúin til þess að fara yfir markmiðin okkar og endurbæta þau eftir þörfum og þróun. Ef við horfum á loftslagsmálin þá erum við að tala kolefnishlutleysi og viljum nálgast það og það voðalega þægilegt orð og ég held að okkur líði voðalega vel ef við náum kolefnishlutleysi, hvort sem það í fyrirtækinu okkar, bæjarfélaginu eða á Íslandi. En ef við horfum á kolefnisbindingu og kolefnislosun þá viljum við binda kolefni og við viljum fara í frekari skógrækt og endurheimt votlendis og frameftir. En ef við horfum á kolefnislosun og okkar kolefnislosun að þá kannski líka mikilvægt að við hugsum aðeins kannski og lítum í eigin barm hvað við getum gert sjálf með neyslu okkar og hegðun. Hvað við kaupum mikið af fötum, hvernig matvöru við erum að versla inn, hvernig við eldum, hvernig við ferðumst og þá gildir það einu hvort það sé bíll, skip eða flugvél. Og talandi orkuskipti þá held ég að það sé gríðarlega stórt og mikilvægt skref og við eigum einmitt að leggja allt kapp á það að flýta því eins og hægt
en ég held að þessi bensín- og dísilknúnu bifreiðaeigendur, þeir geti alveg slakað aðeins á, þetta gerist ekkit 1, 2 og 3, en það er líka mikilvægt að innviðirnir séu reiðubúnir í þessi orkuskipti. Og maður finnur það svolítið umræðinu hér á landsbyggðinni að það vilja allir stíga þetta skref að kaupa sér rafmagnsknúinn bíl. En vegalengdirnar eru ekki orðnar það, bílinn kemst ekki það langt í dag. Þetta er erfitt, en það er verið að vinna í þessu. Ég held sem mikilvægt að við höldum þeirri umræðu og því verkefni gangandi hvað ég segja, já, höldum því eins mikið og við getum í þeirri umræðu áfram. En stóru málin eru kannski líka orkuskipti á skipum og flugvélum og þróunin er gríðarlega mikil og þar liggja tækifæri meðal annars á landsbyggðinni að nýta grænu endurnýjanlegu orkuna sem við höfum. Og ég hef oft talað það að græna orkan okkar olía Íslands. Við höfum tækifæri til þess að minnka innflutning á jarðefnaeldsneyti og nýta það sem við höfum hér þessa orku. Ég er ekki að tala að virkja bara til þess að virkja, heldur að skoða hagkvæma orkukosti sem við getum nýtt okkur til þess að fara í þessu orkuskipti. Og ég held að það sé mikilvægt, ég held að það sé gott því að þessi uppbygging, þessi græna fjárfesting, hún mun eiga sér stað á landsbyggðinni. Og við eigum að nýta þau tækifæri, klárlega. Takk fyrir mig. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég ætlaði bara langaði að bregðast við, mér langaði að koma því á framfæri, mætti ekki misskilja mig að ég held að lífmassaver sé í raun framtíðin og við eins og bæjarfulltrúi Hilda kom inn á þá erum við búin að setja vinnu í gang með að kanna kosti og galla og arðsemi og fleira í því samhengi. Ég var bara að svona kannski bregðast við því sem að bæjarfulltrúi Þórhallur kom svona svolítið að við skulum bara drífa í þessu sko. Við þurfum náttúrulega að hugsa til þess hvernig allt þetta er og allur þessi heimur velkist er. En ég held að líka mér langar bara aðeins til þess að hrósa bæjarfulltrúi Heimi hér sem kom upp og talaði að við þurfum líka að horfa í eigin barm. Ég held að það sé nefnilega akkúrat það sem við þurfum að gera. Við getum öll gert eitthvað og hann kom þarna með ákveðna tillögu sem að auðvitað er ekki allir sammála, keyra og sleppa nagladekkjum og fleira, en það er ýmislegt sem við getum gert til þess að draga úr sóun hér í samfélaginu og við höfum oft sagt að Akureyri bær er 5 mínútna bærinn og það er hægt að ferðast mjög hagkvæmt hér í bænum. Við erum með fría strætisvagna, það er hægt að ganga og hjóla og nú þegar rafmagnshjólin eru komið þá eru brekkurnar ekki lengur fyrirstaða sem var nú hér á árum áður alltaf talað í Akureyringum það var ekki að hjóla Akureyri eins að menn væru með brekkur. En nú er sem betur verið komið tækni sem að kemur mann upp brekkur á góðri ferð þannig að maður þarf ekki að hafa eins miklar ágjörð af þeim. Þannig ég held að við þurfum bara öll að horfa líka í eigin barm eins og bæjarfulltrúi Heimir hvatt okkur til. En enn og aftur lífmassaver er eitthvað sem að kemur bæjarfulltrúi Þórhallur en við skulum ígrunda að vera hvernig við stöndum að því. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég gleymdi smávanefnilega í umræðin áðan. Ég var að tala um að horfa á stóru myndina. Ég heyrði af því, og ég segi þetta hérna án ábyrgðar, ég heyrði því að það væri stefnan innan 2 ára væri ein flokkunarstefna allt landið sem er mikið fagnaðarefni því að það þarf svolítið að læra inn á flokkunina í hverju sveitarfélagi fyrir sig og ég held að það liggi greiðlega tækifæri í samtali á milli ríkis og sveitarfélaga einmitt, hvort sem það heiti lífmassaver eða líforkuver eða eitthvað svoleiðis, að finna leiðir sem að henta þá bara fyrir landið allt. Ég held að það veri kjörið og svo kannski líka því að bæjarfulltrúi Heimir kom með ágætis upptalninga á hvað við getum gert betur og ég hef orðið vör við fjöldan allan af einstaklingum sem hafa verið hálfgerðar sófakartöflur hingað til sem eru farnir að nýta sér rafmagnshjólin, svona svo ég bæti því upp í upptalninguna. Það er alveg frábært að sjá alla hjóla hérna kaupin og kappin en það er einmitt ein leið líka sem við getum gert og nýtt okkur. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson lokið máli sínu, orðið er laust. Mér fannst það. Ég var að hugsa. Á ég að fara upp. Þessu fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs. Þá segi ég bara umræðinu lokið og les upp tillögu að bókun.
og það er rétt að þessi með gula textanum hérna allt saman. Hún hljóðar svo: Akureyri hefur verið framarlega í flokki varðandi umhverfis- og loftslagsmál, svo sem með flokkun á sorpi, vinnslu á metan og lífdísil og moltu og með kaupum á hreinorkubílum og fleira. Bæjarstjórn Akureyrar gerir sér þó grein fyrir að áríðandi er að grípa til enn frekari aðgerða vegna loftslagsbreytinga og einsetur sér að taka málin föstum tökum. Samþykkt verður ný aðgerðabundin loftslagsstefna fyrir árslok sem fylgt verður fast eftir á komandi mánuðum og árum. Þessi geta samþykkt þetta gefur merki. Það er 11, takk fyrir það. Og þá er komið að síðasta lið á dagskrá, það er skýrsla bæjarstjóra, til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta hefur verið langt og gott sumar. Veðrið hefur leikið við hvern sinn fingur en vaxandi svæðis borgar samfélags hefur aldrei og hefur ýmsum boltum verið haldið á lofti þrátt fyrir sumarleyfi, kórónuveirufaraldur og sannkallaða hitabylgju sem lét svo blítt í júlí og ágúst og nú alveg fram í september. Í sumar hefur verið framhaldið vinnu við undirbúning stjórnsýslubreytinga hjá Akureyrarbæ þar sem ber eftirleitinni hæst breytingar á skipan sviða, þar sem verður til nýtt þjónustu- og skipulagssvið en auglýst var eftir nýjum sviðsstjóra undir lok júlí og verður gengið frá þeirri ráðningu á allra næstu dögum. Umtalsverðar aðrar breytingar eru einnig í farvatninu og er ráðgert að þær verði allar komnar til framkvæmda næstu áramót. Þjóðhátíðardagurinn var haldinn hátíðlegur eins og vera ber en með þó nokkuð öðru sniði en venjulega vegna fjöldatakmarkana sem voru þá miðaðir við 300 manns. Listigarðurinn var eins og oft áður miðpunktur hátíðarhaldana hér í bæ og blómabíllinn fór hverfin með lúðraþytt og söng og skilaði leið þjóðhátíðarkveðjum til bæjarbúa. Miðvikudaginn 23. júní var haldinn vinnufundur bæjarstjórnar, formanna, ráða og sviðsstjóra þar sem farið var yfir fjárhagsramma sveitarfélagsins og vinnu við gerð fjárhagsáætlunar sem er nú í fullum gangi. Að mínu mati var það afar gagnlegur fundur þar sem góður grunnur var lagður að starfi okkar næstu mánuðina. Nú fjórða bylgja COVID-19 lét á sér kræla snemma í júlí og sat í fjarfund með almannavarnanefnd vegna stöðu mála en þar var einnig rætt ýmsa náttúruvá sem að okkur steðjar. Snemma var ljóst að fólk ætlaði ekki að láta fjórðu bylgjuna lama íslenskt samfélag og smám saman höfum við lært að lifa með veirinu enda ekkert annað í boði. Þessi nýja bylgja sem er nú guðsjólof í rénum hafði óveruleg áhrif á starfsemi Akureyrarbæjar. Niðurstöður í samkeppni viðbyggingu Ráðhúss Akureyrarbæjar og endurbætur á eldra húsnæði voru kynntar 15. júlí. Markmiðið með framkvæmdinni er að færa alla miðlæga starfsemi Akureyrarbæjar á einn stað en með því næst fram umtalsvert hagræði og mun lægri rekstrarkostnaðar til lengri tíma litið. Dómnefnd sem ég veitti forstöðu komst að þeirri niðurstöðu að veita yrkiarkitektum fyrstu verðlaun fyrir tillögu sína og var hún valin til frekari hönnunar og útfærslu. Í síðustu viku heimsótti ég sveitarstjóra Norðurþings og færði sveitarfélaginu að gjöf forláta mynd af Húsavík sem Húsavíkurkaupstaður hafði fært Akureyrar að gjöf á aldarafmæli kaupstaðarréttinda okkar 29. júlí 1962. Norðurþing fékk myndina sem sagt tilbaka í síðustu viku og var það í tilefni af 70 ára afmæli kaupstaðarréttinda Húsavíkur fyrir árinu. Sveitarfélögin eru bæði í fararbroddi þegar kemur að endurvinnslu og endurnýtingu og því þótti mér vel við hæfi að endurnýta gjöfina frá 1962 með þessum hætti. Verkefnishópur Akureyri sem þéttbýliskjarni á landsbyggðinni hélt lokafund sinn snemma í ágúst og var skýrsla hópsins afhent samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í gær. Ég tel að hópurinn hafi unnið mjög gott starf og vona að stjórnvöldum beri gæfa til að hafa tillögur hans að leiðarljósi til framtíðar. Akureyri yrði þar með skilgreind svæðisborg með ýmsum réttindum og skyldum á flestum sviðum stjórnsýslu og mannlífs almennt. Þetta hefur verið mikið framkvæmdasumar hjá Akureyrarbæ, ný og endurbætt álma Lundarskóla var tekin í notkun 23. ágúst og má með sanni segja að þar hafi verið glæsilega öllu staðið. Kennsluhúsnæði til fyrirmyndar og svarar að mínum mati fullkomlega þeim kröfum sem gerðar eru til skóladagsins í dag. Nýi leikskólinn Klappir hefur verið tekin í notkun og formleg vígsla á nýrri aðstöðu siglingaklúbbsins Nökkva er á dagskrá seinna í vikunni. Allar þessar framkvæmdir eru til mikillar fyrirmyndar. En nú fyrir að hausta, flestir komnir úr sumarleyfum og spennandi verkefni bíða okkar í ört stækkandi svæðisborg. Ég vona að veturinn framundan verði gjöfull og blómlegur í starfi bæjarstjórnar Akureyrar.
hafi bæjarstjórinn lokið máli sínu. Eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 16. og 20. júní, 1., 8., 15., 22., 29. júlí, 5., 12., 19. og 27. ágúst og 2. september. Bæjarráð 24. júní, 1. og 15. júlí, 12., 19. og 27. ágúst og 2. september. Frístundaráð 23. júní, 18. ágúst og 1. september. Fræðsluráð 9. og 23. ágúst. Kjarasamninganefnd 12. júlí. Skipulagsráð 23. júní, 7. júlí, 7., 11. og 20. 7. júlí, byrjum aftur, og 11. og 25. ágúst, stjórn Akureyrarstofu 24. júní, 19. ágúst og 2. september, umhverfis- og mannvirkjaráð 15. og 25. júní og 27. ágúst, velferðaráð 16. júní og 18. ágúst. Allar þessar fundargerðir má finna á heimasíðu bæjarins og ég slít fundi klukkan 18:23. Takk fyrir góðan fund.